Göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Slæma fréttir í COVID en við ætlum ekki láta það eyðileggja neitt hér í þessari stemmingu. Við erum með fullan bát í dag. Auðun Blöndal heiti ég og sitja í mínu sæti. Beint á móti mér sitja fyrirlið þáttarins og vassberi þáttarins. Annars vegar er það, nei, Guðfærin ekki. Já, vassberin, það finnst mér furðulegt. Æ, ég veit ekki á hverju sagði það. Ég byrst afsökun á þessu stundi. Ég ætla ekki að draga það niður í byrjun þáttar. Ekkert mál, ég er ferskur. Já, við erum í bullandi gír og ég ætla að byrja á... Herri, ég glemmi mér þess að segja. Rúrugla margir hugsa núna að byrja en herruðu, hvaða mánaðardagur er? Það er 7. ágúst og klukkan er orðin 4. Egill, byrja á þér, hvernig ertu? Vil þú taka með grímuna? Ég hef aldrei verið betri. Ertu búin að vera með grímuna bara í allan dag? Já, það er the law. Já, er þetta grímast nú ert að mæla með? Já. En svo stendur þú ert að mæla rassamæla. fólk? Nei, Ég er ekki hérna ekki, rassamæla, þú mælir ekki með þessari grímun. Býttu, er Egill byrjar að rassamæla? Ég er að fetumæla. Það var fetabæla. Ég var með mjög ósexy svona einhverja skutgrímu, veist. En ætlaði ekki að tala við hérna Kíró, bræktarinn hérna Gumma Kíró og fá einhverja Gucci? Svo mér langar að heyri Gumma Kíró og fá Versace eða Gucci Það er ekki til neitt hallarsleira í heiminum en einhver Versace gríma. Það er mest að kjafta þessi Vertu með venjulegu. Það var rosalega ósexy. Vertu með venjulegu. Rosalega ósexy að Gummi með Kíró með Versace gríma. Herru, ef þú ert að tala með einhvern kírópraktor einhvers þar upp í turni. Reyndar, bara svo veitir að þetta er reynda geggjaði Kírópraktor. Já, en þú Ég farið oft til hans og hann er geggjaður. Ef hann er geggjaður, Svo er hrósum. skiliði til hans hversu hallarslegt þetta er. Þú átt að vera bara með venjulega grími. Aldrei var skilað. En byrju hvað, þurfu allir að vera nörd eins og þú? Nei, en þú veist Mega menn ekki vera salir? En fyrst er þetta ekki hallarslegt að vera mættu með Versace Þú er ekki svona Segðu það satt. Ég er að fara að fá mér Veit þú þekkir hann að gæjur. Ég er að fara að fá mér þess að Versace grímu. Ég er Klakka til að heyri þér hljóðið næsta föstudag. Já, þú gerir Það segir okkur ég hef aldrei verið betri. Akkur Heiður Austmann var að posta ykkur flottustu mynd sem Gilsarinn hefur séð á Instagram núna fyrir 9 mínútur síðan. Maður sjá það. Goddammit Heiðar. Hefur aldrei verið betra því að Heiðar Austmann var að posta svo góða myndir? Ég opnaði Instagram og fyrst sem séð Heiður Austmann var að posta glæniri mynd. Hann er með þykka handleggi, kaffibrún og með gróður Og hvað lætur það þið líða svona Heiður vel? Austmann hefur aldrei verið huggulegur. Það er mín persónulega skoð. Hvað er það með í bakgrunn sér? Bara gróður, mikið af gróðri og Og viltu að fólk sé að vinna með gróður? Þetta sjá hann að gæja þetta. Og þetta vanalega vinnur Heiður Austmann bara með headshots. Mjög svona að bara zooma inn. Ekki það, þetta er mjög góð mynd á honum. Rosaleg mynd. Þannig að þú er aldrei verið betur út á þessu. Já, ég er svo nýr. Er Heiðar aðalega að vinna með headshot? Það vinnur mikið með headshot. En nú er það þarna með whole body sem ég hef ekki séð Heiðar mikið verið að vinna með. Egill talar hluti sem að engin annar á Íslandi talar Hverjum, þá er ekki bara að tala Heiðar Austmann. Hverjum er ekki drullu sama? Ég föllir við ykkur fyrir Austmann. Ég dýrka Heiðar Austmann, skilu. Þetta er bara Heiðar Austmann. Góð maður. Já, ég sé svona 2 myndir á hann á netinu, örgulega. Var það bæði headshot? Nei, ég er að segja, þú veist, ég hafði ekki tekið eftir því að hann væri að vinna mikið með headshot. Málið með Heiðar Austmann, hann er að klína average 25-45 lækum á mynd. Ég get lofa ykkur því. Núna postar hann nánast full body photo og ef þetta fer ekki yfir 100 likes skal ég geta sokk. Þannig að hérna Fyrirliðin hefur aldrei verið betri. Steindi, ert þú í jafnmiklum gír og fyrirliðin? Ég er fróðan fítn og fyllandi góður. Já, ég er bara geggjað. Já, við náttúrulega hittumst aðeins félagarnir og fengum okkur 1-2 Það var tekin 1 túborg fyrir þáttinn. Já. Vona fólk dæmi það ekki. Nei, voru bara að renni við hluti og það er, við getum álað þannig að það er margt skemmtilegt framöndan í dag. Já, það er bara helviti margt. Það er veislega framöndan. En við vorum við ekki búin að ákveða það að við ræðum ekkert COVID í þessum þætti? Nei, til hvers maður? Við nennum því ekki. Nei, það nennir þið enginn. Það er basically að virða 2 metra regluna og við hvetjum alla. Bara þóðu ykkur hendurnar og slakið á. Veist alltaf að segja að við erum mikið young fans. Gerðið ykkur. Já, virða 2 metra regluna. Og rífið ykkur ykkur buksunar. Basically er þetta þannig. Það var þetta 2 vikur og búið aftur. Þið 2 elskið tandur hreina íslensku. Basically er þetta þannig að ef menn fari ekki varlega akkurat núna, þá er þetta að fara að vera bara ógeðslega lengi. Þannig að við getum klárað þetta bara 2 vikum sko. Það er verið að senda mig aftur heim í stofu. Það sem er að gerast í næstu viku er að King Víðir er að fara að koma með yfirlýsingu. Gimmon er að loka og ég sendur heim í stofu aftur. Er hann að fara að breyta þér aftur í dagdrykkjum? Ég var heim í stofu í 10 vikur
Það var hæðilegu tími. Fullur upp á dagur Jú, ég vaknaði, setti Tango and Cash á, fekk protein shake og þú veist, ég gerði ekkert. Það var ekki þetta, þú varst svona blöyt, þetta var blöyt tímabilið. Jú, ég fekk nokkur rauðvin. Af því að núna talar eins og þetta verið hræðilegu tími, en þú sagðir mér þess að hérna í sama útastætti þetta verið besti tími æviðinnar. Ok, hvað átti ég að gera? Ég læstur heim í stofu og ég mátti ekki með þetta vinnuna. Ég mátti ekki sem okkur á skrifstofan. Ég mátti ekki hoppa inn á skrifstofan ná mér. En það er ekki búið að loka gimum með það? Nei, málið er eftir að Ísland hægði sér svona svakalegu 17 smitt í dag. Ég veit að það var skellilega á sig gimunum. Anskotin. Skellur, já, það veitur. Er allir í slella eða hvað er málið? Nei, ég held að bara við skiptum með 2 metra regluna. Nú veit ég að við erum að hlusta og Þórólur svona. Hafið bak veira árið skellilega á sig gimunum að andleg heilsa á þjóðinni er mjög mikilvæg og ef þú kemst ekki gimmið nú hljómar eins og mesti pólitíku sem ég heilt á æfinni. Nei, ég er bara að segja. En við reyndar, við getum sagt þetta, við fengum póstum það að því að það er fólk að hlusta að hvetja að klára þetta næstu 2 vikunar virða 2 metra regluna og bara áfram í lífi. Já, engin partí. Ekki nammali. Alls ekkert partí og alls ekki nammali. Sumum það. Herðu ekki nammali. Það er anskoti sjálf. Það er rosalega þáttu framöndan. Við erum með, skal ég eitthvað segja, í fyrsta sinni langan tíma. Ég spurði á Instagraminu fyrir í dag hvað fólk vildi heyra í klefa og það sem að fekk flest atkvæði var engamálið. Steindi. Engamálin, góðum góð. Það er alltaf gott kameri. Við náttúrulega bara, við svörum kallinu. Þannig að við hendum okkur í klefa og tókum upp gamalt og gott. Það var ekki búið að vera lengi. Nei, við vorum bara að kæla þetta lengi. Og líka margir sem vildu að við myndum sækjum vinnu sem haugar þegar það verið auglýsa eftir starfsfólki. Við gætum þetta að gera það í vikunni. Það er ógeðslega gaman, já ok, getur maður ekkert fengið eitthvað bás í hátun eða kýli bökku eða? En svo er náttúrulega líka stigagangurinn, hann fekk mikil. Já, við þurfum að fara hendi í stigagang. Já, nú er ég komin í jæðin. Við erum með fellow kids líka á sínum stað. Við erum ekki gleyma dagskólinu mínum í Guð annar bænum. Við náðum ekkert að hringja í Sóla. Jú, ég náði það, það var ekkert vissan. Ég verði með að sjálfsög með nýja dagskólið í umblöðu, vinstalast dagskólið. Já, ok, við erum hreinskilir. Þetta er vinstalast dagskólið nokkur í dag. Hversu graður er Sóli Hól? Ég sé svo reyndar stóð spurningaverkið það. Það hefur verið greit á, hann er bara búin að vera einu sinni. Hann er búin að vera einu sinni áður og Sóli er brjálaður og þú ert búin að gera fucking trailer. Hversu hratt er þessi dagskólið búin að escalate? Ég fer út í búð og að koma fans, hörru Gilsi, hversu graður er Sóli Hól? Það kemur ljós næstu föstudag. Og málega er ég að horfa á þróttaramerkið. Jú, það er kannski ekki mikið sól á þér núna. En Sóli er samt, það lekur að því. Orðum að þannig, förum að síður þetta eftir. Það stóra fætti framöndan. En ég verði að fá að spyrja þennu af því að þú veist, nú er Sóli þróttari, það vita það allir og þú ert að halda þig fram að sig graðasti þróttari landsins. Sem ég ætla að taka upp hanska fyrir Sóla núna. Hann er að lenda í bara sama og þú og ég lendi í, það sem er svo leiðilegt fyrir Sólagrið því hann er ekkert eitthvað, hann vinnur ekki í þessum þætti. Hann er að lenda í bara shitstorm frá þér sem er að versta sem hún lendir í og við höfum báði lendi í og Steindi. Ef maður segir eitthvað við þig þá bara, það er eins og olía á eldin. Þú basically, þú er ekki gleymt hádegis uppáferðin á Sauta og þú er ekki gleymt baðvara tímabilinu mínu. Það er ansið mörg svona hjá þér. Já, við höfum fengið að heyra. En Jesús almáttuður á Sóli greið, þetta er maður, hann er á hliðarlínu. Sko, hann hefði kannski aldrei átt að segja mér að væri above average graður. Hann sagði það við. Það er ekki, ég trúi því. Því að máli er hlutinu fóru að eskuleit fljótt eftir það. Hvenær sagði hann það? Hann sagði það við mig. Sagði hann við að hann væri above average graður og þá eftir moment kannski. Og máli að hann kannski mist út úr sér. En ég get alveg sagt það við þeim. Hann væri, þarf það að fara með í útarpið. Þarf hann að fara með útarpið? Já, hann þarf að gera það. Þetta er vika 2 af ekki það, ég held að Sóli hafi sagt þetta. Og ég mögulega laumaði mér inn í stúdíó í morgun. Það gæti verið að detta trailer í dag. Hvað er þetta? Fyrsti trailer í ykkur á? Það er hefði langt síðan ég hendi trailer. Ertu búin að gera trailer fyrir dagskráliðin? Hversu graður er Sóli Hól? Þegar maður það virtur það fljótt. Hann svaraði ekki eins og símtalinu á hann. Hvað ætlar að tala um hvað er dagskráliðin? Hversu graður er Sóli Hólm? Hann segir hversu graður hann er og þá veitu hvort að Helgi sé góð eða slæm. Heyrður í honum offer? Já, máli, ég sendi honum málega, ég hringdi og hann svaraði ekki. Svo einhver leiðandi í honum. Ég sendi honum SMS, hversu graður ertu og hann svaraði og ég fekk tölu, þú veist. Ok. Þannig ég veit alveg hversu graður hann er. Og þannig ertu þá að meta helgina út frá hans svari? Já, þú veist, hvort að Íslendingar eru góð helgi eða ekki. Já, nú skiljið þið, ok. Ef Sóli er mjög graður, þá ég vildi að Íslendingar í heild sem land. Takk fyrir að útskýra dagskrárliðinn fyrir mig, ég bara vissi þetta ekki.
En það Varst ekki að hlusta síðasta föstu? Já, bara fólk þarf að passa sig hvað það segir við Egil. Ég meina, tökum Rikka sem dæmi. Ég meina, fastegnas með að verðleggja íbúð, gólstöðin, rúmfattalæðurinn. Það má ekki segja neitt. Nei, en hann er ekki sem hristir sig. Ég hef ekki búið til, hann hristir sig heima í sófanum. Já, ég veit það. Svona áður þetta verður full óþægilegt hérna. Hvað er í spurningkeppni Gilsarnas í dag? Það er king of being a great stalker. Alveg rétt. Veistu hvað? Ég er ekki til í það. Nei, að því að ég veit alveg, við erum ekki stálkerröði. Nei. En það er þetta góða punktur. Hver væri betri stálker? Já, ég veit hvað það var að segja. Af því að ég sagði því, þetta er enn eitt dæmi. Af því að ég sagði, ég veit alveg hvað það gera. Af því að ég sagði mjög einlagt frá því að ég var einhver stelp í kringlunni á svona tíma. Heldur að kringlan dett inn í það? Já, held ég að kringlan dett inn, já. Og þetta er alltaf sami misskilningur. Ég var ekki að elda neina stelp í kringlunni. Ég sá stelp í kringlunni, ég labbaði henni. Það er mjög hreinskilið. Ég og þú, ok, Egil, hann lígur á hlustundum. Og veistu hvað? Ég og þú gerum aldrei. Það er 30 ár síðan það gerðist. Ég veit það, Egil lígur á hlustundum, við gerum aldrei. En þú segir þú það er ekki eldana, ekki ljúa hlustundum. Þú eldur hann á það samkomu og eitthvað, ekki? En þú skilur ekki, hún var með bás í kringum. Já, hún var með bás, hún var ekki að fara neitt. Nei, ég veit það, sást hana þar og eldur hann á einhverja samkomu og þú ert eins og ótrúaður og hægt er það ekki. Hún bauð mér á samkomu. Það er svolítið mikill munur að elda einhverja samkomu eða einhverja boða á samkomu. Hún var mikið fyrir Jay-Z og bauð mér á samkomu. Hver er meiri hæfileika að vera great stalker? Það er annað hvort ekki það, bara svo veitur að ég er að lendi í vesinni annar líka, sko. Nei, ég segja alveg vesinni. Konunni minni finnst ekki rosalega gaman að hlusta á það. Ég hef verið að elda ykkur að stelpa í kringlunni. Það voru að hætta það. Áður en hérna við hittust. Rólu og skraður. Nei, ég var það bara ekki. Já, jú, sennilega smá. Reyndar átt Egil bestu línu allra tíma. Þú trúir á Jesú þegar getur get you laid. Þetta er fín opin hjá okkur. Er ekki bara komið tíma að stoppa þetta? Hvernig fyrir við nýjasta virtasta dagskulega fyrir nýjum? Ég mun finna góðan. Ég er ennþá svona aðeins að púsla. Er graðasti þróttari landsins búin að taka yfir sturlaða staðarendi sem virtasti dagskulega? Nei, hann er alltaf með þetta bull. Ég er að heyra það. Sturlaða staðarendir á sínu tíma. Við engar á ekki því. En sko, ég hef oftast verið að byrja þetta á serbónum, drengir, sem er geggjalag. Þetta hérna, að því að ég er að gera sjónvarsþátt um Bubba og þetta lag þetta er í rosalegri samkeppni við Serban. Mér finnst þetta svo flott lag og ég veit að þetta keirir alla í gang. Tjekum á þessu. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Það er nákvæmlega ekkert að þessu lagi. Bubbi Mortens er nauðsynlegt að skjóta það. Þeir að hlusta FM 95 Blöð hér á FM 957 og við erum í fantagýr, drengirnir, og það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Og ég er mjög spenntur. Já, ég er með ágætis móla fyrir ykkur. Eitthvað með Beat Machine eða Nei, já, hvað að gefa Hvernig er það heila hundinum sem er ekkert aðeinslega krútlegur og Patrik elskar? Herðu, við erum að skýta á okkur. Hérna, þau sendu mér bæði við erum komið með númer hjá þeim sem að eiga hundin og það. Hvað meinar þú? Er það? Já, við þurfum að bara hringja í Patrick Schwarzenegger. Sko, það var Við skiptum á okkur í vikunni, ég ætla að gera þetta í vikunni. Ég mun ekki koma einu orð upp á mér í því viðtali. Þetta er að þú fekk að taka viðtali Michael Jackson. Nei. Sem er sem er bara stærsta popstjarna allra tíma. Sem er ekki á lífverðindar, en þetta er svipað. Patrick Schwarzenegger og Michael Jackson eru rosalega svipað. Ég mun stressa stuð. Þeir hafi sér hvort áhugamáli. Já, tónlist og leikur. Ekkert eðlilega krútlegur þessu hundur. Er hann að posta ykkur nýju myndum með það? Hundurinn, Hugo, ég veit það ekki. Þetta er krútlegasti hundur sem skýri yfir séð. En byrju, senduðu númerið hans Patricks? Nei, ég kom með númerið þeirra. Þau búin að blúti. Já, ok, þannig að þú ringdi þau og hlusta á þáttinn og bara Já, ok, við byrjum að heils út. Og takk fyrir hjálpum með þetta. Thank you. Þannig að ég vil meina að fyrir ágústlok verður viðtal við Patrick Schwarzenegger í FM 95. Ég trúi því að sé það. Ég ætla að lofa hlustundum. I believe it when I see it, sko. Að ná þessum gæja viðtal, það er bara ekki það. Ná þessum gæja, þetta er eitthvað nobody sem öllum er drullið saman. Það verður samt gaman að hringja. Þetta er nobody, veistu hvað, ég get þurft að segja hana í viðtalinu. Nei, megum aldrei vera góðan. Nei, bara svona í lokinu að segja bara með alltaf að segja það við þar í miðum viðtali. Aldrei vera vondur. Og tala aldrei við aftur. Ég er að djóka, en ég bara segja, þú veist að var ekki aðal ástæðan fyrir því að við vildum heyri Patrick til þess aðtöða hvernig staðan var á Bieber.
Jú, líka bara við vorum náttúrulega með dagskrálið í FNÍ við blöð sem hér Patrick Schwarzenegger og Miley Cyrus hotni, þannig að það væri alveg pínu gaman að heyra í honum sko. Menn gleyma alltaf að hann var með Miley Cyrus sko. Já, ég var búin að gleyma það mér samt að ég með dagskrálið í mínum eigin útastættum. Við erum bara að fara að heyra í honum til að hlera önnur celebrity. Já, pínu. Miley rótir að rosalega grimt kærustum sko, kærustum og kærustum, hún er nefnilega saman hvað það sé kærustum og kærustum. Hún er bæ. Hvað sagði ég? Er hún ekki bæ? Hvað sagði ég eiginlega? Kærustum og kærustum. sem var bara En smáli, hún var með Liam Hemsworth sem er ekkert eðlilega sexy Hemsworth. Hann er ódýr útgáfan af The Hemsworth en samt Liam Hemsworth. Byrju, er hann ekki svalar en Patrick Schwarzenegger samt? Liam? Það var alveg hreinskilin. Chris Hemsworth en, sko, ég set hann á par við Patrick. Hver er Chris? Liam með lóður. Chris Hemsworth, erstu vangið henni? Thor. Já, Thor, já, hann er ekkert eðlilega hugulegur. Þú ert að gamer, þú veit ekki hvað fucking Thor er. Hann er ekkert eðlilega hugulegur. Á hann dægit bróðir eða? Já, Liam Hemsworth, litli bróðir. Hann var með Miley. Hann er grænri. Þú talast í sem þætti hérna stendir svo þú er aldrei farið út úr húsi. Nei, ég og celebrityin, ég næ ekki nöfnunum með þeim. Ég veit, leið og sagði Thor, veit nákvæmlega hvernig. Má ég byrja slúðrunu? Já, endilega. Khloe Kardashian, að ég veit að elskar the Kardashian family og elskar hún út af lífinu. Hún tekin saman aftur við Tristan Thompson og hún ég veit ekki hver það er. Hún mjög bjart, þetta er NBA leikmaðurinn sem hélt fram hjá hann með nú rólétt og meira þess að bara þegar hún var að eiga þá var hann á einhverju skemmtistæði. Það var ekki gæði sem fór á hóruhúsið þar okkur? Nei, það var hinn kærastan hennar. Hún kann að velja á. Það var Lamar Odom Það segir hún hafi verið með einhverju gæði sem hélt frá hann þegar hún var rólétt og eftir að hún hætti með gæja sem drafst, fór í hjartastoppinu á hóruhúsi. Já, það er rosalegt. Þetta eru kærastan og hvað, þar hún ekki aðeins að var að hugsa sem gangið það? Já, hún ekki lengur, því að þau eru byrjað aftur saman. Þetta þurfa þeir að gera það, skilur. Ég er að tala um að þar hún ekki að fara að velja það bara aðeins betur eða? Ég segi stendi, sendir í skilja på Insta, fara að hugsa það í gang. Á hana? Það eru eitthvað margir búinur að því. Þeir eru náttúrulega auðmikið, hún er samt alveg samræðið þetta þannig aðeins að fara að velja betur maka sín. Ok, hvað gerði þessi Tristan Thompson? Skeita hann eða? Já, hann var að halda fram hjá henni bara rétt fyrir fæðingu. Ok, og var hann gripinn í því? Já, þetta allegedly helt framhjá eða helt framhjá? Nei, viðurkenndi það sjálfur. Það náðist á myndaðil held ég. En þau eru byrjað aftur saman og hún vil meina að hann hafi þroskast gríðilega meðan þau voru saman í sótkví. Það tók þetta 2 vikur, hann þroskaðist bara. Og hún vil, og vonar að hann sé orðin betri maður. Já, á svo 2 vikum. Við vonum það bara líka. Ok, gifti niður sig Lenti með þessi, gifti niður sig óvart, gripinn fór í sótkví, þroskaðist óvart at a ridiculous rate og eftir það eru þau saman. Þetta er sem ég elskar svona love stories. Þetta er love stories og 2 vikur. En málega það, þarna ætla ég nú bara að kasta þessu algjörlega á hana að vera takan tilbaka. Já. Af hverju segir hún ekki bara, heyrðu, drullaðir í burtu? Hvað er að gerast hérna? Það er kannski léttara sagt en gerst. Já, svo er þetta svona börn í spilinu og allt í röfni. Já, Kardashians, þetta eru sprelligósar. Þetta er, sko, ég held að það sé bara hægt, það myndi enginn höndla þessa fræði sem þau eru að gangi í gegnum öll, veist, þetta er, mér finnst þau bara öll orðin hálf rugluð. Samt svona einn og einn sem höndlar þetta. Er það? Já, Keanu Reeves, Patrick Schwarzenegger, þú veist svona Þetta líka Patrick, ég veit núna Þrjú celebrities í pop-up sem er mjög down to earth. Já, en svo er þetta líka þannig strákar og það er bara fact að þú ert eins áberandi í Hollywood og í slúðum og þú vilt og þau vilja það. Þau eru náttúrulega bara að reka sitt eigi hagkerfi sko, bara nánast. Þannig að þau vilja vera í þetta hlutabréfinu henni er að hækka þarna. Með að byrja með honum aftur? Já, nei, bara að vera í út allt með sama hvað það er, skilur. Þá klikkar át og lesi þetta. Sko, Steindi, ég get ekki rifið til Steindi úr slúri. Það er engin af okkur 3. Hann er eins og að sé bara hann er búin að vera naskur. Við verðum ekki Hann les hvert slúri ég nenni ekki rifast það. Hann er með allt upp á 10. Já. Og líklega rétt sem hann að segja núna. Já, ég meina að þú veist, ert að sjá mikið af einhverju kjaftaði bara ég var að segja bara Jay-Z og Beyoncé fyrir utan eitthvað eitt dæmi. Þetta er mjög góða punktur. Ég ætla að gefa það Steindi, þetta er góða punktur. Svo er það hún, skal ég segja ykkur, Paris Jackson, hún er hætt með kærastanu sínum, Gabriel Glenn. Hvað gerir hann? Maður spyrja þér á það dónalegur hver í anskotanum Paris Jackson er bara að fá smá heads up. Velkomin í my world, ég veit aldrei hvað það fólk getur. Það er dóttir Michael Jackson.
Og hún er mjög fræg. Hversu mikið eftir með mannin á heilum? Þú elskar hann að bandanig, menn allt í heim. Já, það er bara dyrkar. Hvað er að gerast þetta? Nei, og það veit engum Paris Jackson niðurins. Nei, bara auði. Herðu, ég ætla að fara í veru kortið konið langt fram með tíma hérna. Andli Jackson á Íslandi sko. Ég með follow-up móla á Brian Austin Green, minn mann David og Beverly Hills 90210 og Megan Fox. Hann er ekki að taka þessu nýja sambandi neitt rosalega vel. Skiljanlega, ég meina þau áttu börn saman og hún hætti með honum og byrjaði strax með hinnum. Þetta var eiginlega bara, hún var sparkað fyrir hann. En við vitum alveg að sko hún er hætta með þessum loser á innan við, hvað Steindi, þú sagði, hvað 6 mánuðir? Já, ég gaf þessi 2 ár. Ég get lofa þér að Steindi með þetta rétt. Það er engi með, sko, ef ég geti en þau eru tvíburasálir. Ef ég geti farið núna á neti, ég geti farið á Coolbet núna og sett bet bara, hörðu, að hérna að þú veist að hún verið hætt með þetta 6 mánuð. Ég sendi þetta aðlegun á þetta. Þú ert ekkert eðlilega góður í slúði. Ef staðan er þannig að hún sparkar gæja, hún har fullt af börnum með honum, hún sparkar honum, byrjar með einhverjum öðrum og segir immediately að þau séu twin souls og allt þetta. Þetta er dautt innan 6 mánuða. Þau verður að treysta mér í þessu. Ef er einhver rætt við Sigrúni, eru þið tvíburasálir? En þú spurði því síðasta þetta. Já, eru það? Ég ætla að nei, alls ekki. Það væri bara ógislegt og það myndur vilja byrja með sjálfu þér. Nei, ég myndi síðast af öllum byrja með sjálfu. Ég er að segja það er nú ágætt að geta velt steinum í stofunum. Ég get röllið sjálflega og þú fýtt ná ekki. Já, það er ágættur. Herru, má ég klára slúri? Já. En sko, hann er í sárum, okkar maður, David og Beverly Hills. Hún líka byrjaði með ógeðslegum gæja maður. Já, en sko, nú ætla ég að Er hann í einhverjum sárum samt? Já, sko, ef ég fæ að klára slúrið. Þú horfir aldrei á eins og þættina, Steindi. Beverly Hills? Shut your mouth. Ég horfði á Beverly Hills. Þú har aldrei horfði á það? Beverly Hills, auðvitað, ég ólst upp á Beverly Hills. Ég var stóra systur. Þú ert alltof ungur. Nei, ég horfði á alla Ég lifði eftir þessu þáttum. Beverly Hills. Ég haga hann eins og þeir. Ég veit ekki af hverju við erum að Sem var erfitt að stöða Ég veit ekki af hverju við erum að berjast fyrir að sanna við hóta. Beverly Hills og Melrose Place, þetta var bara í gangi alla mín æsku. Ég á eldri systir sem ég hef komið þið, gömlu kallandi. Ok, má ég lesa slúrið? Þetta er nefnilega, þetta var helviti hart hjá okkar manni, Brian Austin Green. Megan Fox postar mynda sér með Machine Gun Kelly sem er a piece of shit. Já, sem er rappari sem að, veist, var að rakka niður Eminem. Hver rakka niður Eminem? Ég veit ekkert hver þetta er hann a piece of shit, er hann pós? Það er mitt faglega mat. Er hann pós? Ok, hún postar mynda þeim saman, voða svona sexy mynd. Etchingly beautiful boy, my heart is yours. Jesus. Og svo gerur hún eitthvað svona 3 emoji. Það er hnífur, hjarta, hnífur. Ég veit ekki okkur. Þetta er svo Brynjamár og Heiðar Östmann að hendi sama status, bara svona saminast í status. Sko, það er nett svona stólkara fílingur í þessu. Hnífur og eitthvað sko. Já, hnífur, hjarta, hnífur. Veit ekki hvað Brian Austin Green gerir? Hann postar myndum af börnunum, stráknu þeirra með sér og skrifar Actingly beautiful boys, my heart is yours. Og það er KO. Það er hann að Hver með fleiri like, Brian Austin Green eða út af því að málega þetta snýst alltaf hver með fleiri like. Það er KO. Og ég náttúrulega frétta að Brian Austin Green Instagramina, yes. En þetta var helviti hart skotið hjá hann maður. Sko, ok, þetta er enda smá vesinn. Hann er að ströggla aðeins. Hann er með færri follower sko. Þetta er Megan Fox, það er mikið gröðum gæjum að followa hann. Hvað er hann með marga? Sko, hún er með 9,2M og því miður er Brian Austin Green með 441k. Það er ósangjant battle. En maður kom með samt tölur. Megan Fox cleaner á sitt helvitis 1,3M likes með þessu ógið þannig Machine Gun Kelly. Mjög vinsætt líka í Bandaríkjunum sko. Okkar maður sem elskar börni sín, hann er bara að klína 82.000 lækum á það. Þannig að því miður er Megan Fox að pakka honum saman í þólið. Hvað sagður, 1,3 og 82.000? Já, því miður. Ágrætti Ég ætla að follow Brian Austin Green. Já, ég ætla að gera líka núna. Herru, við hvetjum alla hlustendur okkar til að fara núna inn á Instagram og follow Brian Austin Green og like þessa mynd. David í Beverly Hills. David í Beverly Hills. Herru, þetta var slúður pakki dagsins sem er konið langt fram yfir og skuldum auglýsingar hana fyrir mitt í það. Hlaðvarp FM 95 blöð. Nákvæmlega ekkert af þessu lagi. Takk fyrir mig. Þetta er eitt besta þjóðtilag sem samið hefur verið. Sko málega, Ingo er a left-handed goddamn motherfucking genius. Já, hann og Halldór Gunnar, fjallabróðir, þessi lög sem þeir eru að bralla eru bara, Ég er ekki enn komið leið á, það gekk í kvöld. Sko, þessi tvö bestu þjóðtjálögin eru mitt faglega mat, og því ég mikið veit á þessu þjóðum veit. Það er þessi hjartaslær og þetta. Þessi tvö. Og sko, ég fyrir á þjóðti og þjóðti bíl. Og lífið er indislegt, náttúrulega er þetta svona bara Classic. En þessi tvö
eru bestu þjóðatíðalögin sem gerð það verið. Við vorum reynda með rosalegt þjóðatíðalag í ár. Við vildum ekki gefa út fyrir þjóðatíð. Því miður, var þjóðatíð blásin af, en ef að COVID-rösli verið búið fyrir næstu þjóðatíð, kannski keyrum við í gang. Við bara kvílum þetta. Kannski keyrum við í gang, þetta keyrum við í gang, hvað er bara að sitja á því. COVID-rösli ennþá. En það hefur verið erfitt að keppa þetta lag. Ég veira að gera gilsvanga ráharð. Já, þetta er bara gera misköll. Það styttist í nýjasta dagskrárliðin frá Agli. Ég nefnir ekki eins og að segja hvað hann heitir. Hann heitir en það er komið að kortmyndur frekar sem oftast á þessum tíma dags hjá okkur og þetta eru 3 spurningar ég sé í dag. Eru þið tilbúinir, Dryggi? Ég held sko að ég ætla að segja hann héti kannski graðasti Þróttarlandsins, eitthvað svona smáfalið nafnið hans í titlinum. Dagskrárliðin heitir Hversu graður er sóli hólm? Það er rosalegt sko. En það er að því að Egill vil meina að helgin verði betri ef hann er Ef hann er í stuði. Já, ef hann er bara ekki í stuði. Já, þá verður það léleg helgi. Fyrir þjóðina. Og vonandi bara, er hann græður núna fyrir þjóðina. Þá verður helgin góð fyrir þjóðinni. Herðu, eru þið tilbúinir? Ertu að tala almennt? Nei, bara fyrir þjóðina bara heilt, já. Já, ok. Fyrsta spurningin í kortmyndur frekar. Ég viðurkenna bæði fyrir ykkur og hlustendum. Ég var á smá hraðferð. Ég glemdi dagskrárliðnum og fór með tetta í spraut og eitthvað. Eru þið tilbúinir? Bólusetningu. Ég lána með að þú heldur bólusetningarbarnið þitt. Já. Sumir eru ekki í því. Já, ok, við erum ekki að fara út í það. Eru þið tilbúinir? Kortmyndur frekar. Prumpa alltaf þegar þið fáið það eða æla alltaf þegar það rignir? Prumpa alltaf þegar þið fáið það. Ég meina, æla alltaf þegar rigning. Það gengur ekki að vera æla alltaf þegar rigning. Það er alltaf rigning. Það rignir bara. Er það ekki alltaf að fá það? Það rignir annarkur dag. En þú færð það oftar en það rignir sko. Heldur þú stundur ofta kynni að það rignir? Ég segi þú. Ég er ekki að tala um the average man. Ég segi þú. Nei, þetta fannst mér bara svona interesting. Fyrir mig þetta er alveg góð spurning. Þetta er 50-50 á mér. Ég er að spáði, þú veist, hvað hversu oft haldið það sé rigning í viku að meðaltali? Við búum alltaf á líklega leiðilegt að landi sem er á þessum netti. Ég myndi alltaf þess að 3 svar í viku meðaltali yfir ári rigning. Og æli maður, ég hata æla. Já, það er vond. Vol er þetta þroska útvarsmaður, þetta er svakalegt. Það veit allir hvað þetta gengur út. Sko, en málega er þegar þú ert að ná hámarki. Sko, ég bjó einu sinni í átti nágranna í Böðugur. Já, ég nenni ekki að hlusta nágranna í Böðugur. Ég útskýra. Og það heyrðist það mikið í honum. Að sko, ef hann hefði reikið við á sama tíma, það er enginn heyrt það. Og það því að þú veist, það er alltaf öskriðið alltaf blokkað sko. En ef þú ert silent komari eins og stendir bara eitthvað svona nær hámarki og það heyrist ekki múkki í honum, þá er þetta vandræðilegt. En það heyrist vel sko, en það heyrist vel. Ertu silent? Nei, það held ég nú ekki. Ég held að heyrist vel í þennan. Mér finnst það agalegt. Þú varst að segja að ég væri silent. Já, ég held að heyrist vel í þennan. Þú getur ekki Ok, nú má ég segja þér. Nefnir plís að vera sammála þínum eigin skoðunum í meir en mínút. Ég var að hugsa þetta. Ég held að setja screamer. Já, en sko málega ég á eitt screamer líka. Eitt félag Dóri Dina. Já Hann elskar að öskra það að fara. Já, ég heyrst læti í honum. Og hvað varst hann í herbygginu? Hann hrista sig á baki. Nei, ég man ekki hvernig staðan var á sem að hann er screamer og málega er að hann getur ekki við og það myndi fyrir að draga vin ykkur inn í þetta. Ég er með 3 spurningar, þetta er að taka alltaf langa tíma. Hvort myndi frekar velja? En það er þægilt við þig Blöð að vera hann bara hinum með borðið og spurja óþægilega spurninga meðan ég stendur þurfum að svara þeim. Versta sem hún lendir í er spurningakefni þín. Hvað þegar við fáum það æla þegar það rignir. Þetta er ræðileg spurning. Hún er vond. Ég ætla að hendi viðrekstur þegar hámarki. Ég held það. Já, málega er, ég tek bara félagið minn til fyrirmynda þessi bjóð fyrir neðan með hana í Böðugkvöldum 7. Og ég ætla bara að heyra vel í mér. Þú ekki að nafngreina þinn félag. Þú er nafngreindi minn sko. Ég myndi aldrei gera félagið minn það. Nei, ég gera það ekki. Það vita allir hvernig það verður að tala. Sko, nei, það vita það ekkert allir. Þetta er bara að loka að vinna okkur. Allir sem að hlusta á hvað er það að þjóðin viti bara hvernig það er að vera að tala núna. Herru, mögulega þessi hlusta á Dr. Fútból og F9 Blöð skilja þetta. En það er ekki. Nei, þannig að þið takir báðir brumbaður að fá það. Þetta var auðvert. Ég hat æla, vontur tennun og æla. Hvort myndi frekar að því að þetta kokkaði nú með nýja dagskrárliðnum frá Gilsanum eftir sumafrí. Herru, svo erum við með þess að við lofuðum í dag. Við þurftum að fresta honum aðeins, það verður ný dagskrárliður næsta fyrsta, við lofum því. En nú er spurningin, hvort myndið frekar er að kalla þér blöytasti maður landsins eða graðasti maður landsins? Og það væri alveg bara svona
Það væri allir eitthvað, já, hann blautasti maður landsins maður. Og svo væri já, þetta graðasti maður landsins sko. Þá basically að spyrja hvort að við vildum vera Sóli Hólm í dag eða hver blautastur í dag? Enski, nei ég veit það ekki hver blautasti maður í dag? Sko það er nokkru sekundi greina. En síðan, þetta svo þunn lína, vera blautur og vera fyllibita Sko, shit Steindi, ég spáði þetta geggjur spurningi á blöð. Ég ætla bara að láta þig byrja þetta. Þú ert blautur og gráður sko. Þetta er miklu verður að vera mig sko. Það er þetta sick blanda. Hvort tekur það fyrir gráði í þessari sick blöndu? Ég myndi segja, ég ætla að ganga það langt að segja að Sóli í alvöru vesinni að vera þekktur sem gráðastir maður landsins í dag. Ég held að sé alltaf skára að vera blautastir maðurinn. Hvað segir þú Egill? Alltaf. Sko, það verður eftir hversu severe maður fari blautasti. En það er oft talað blautasti maður landsins. Sko, bæði með gráðasti maður landsins og blautasti maður landsins, þá er það verið að fíblast. Þannig sé, allavega í öllum vinahópum sem ég þekki. Ég er að sofa á bekk nýri bæ og ykkur vesin. Nei, ég er ekki að tala hvort þú sést ég er ekki að tala sért fyllibita. Ert þú ekki að spyrja menn bara svona að þú ert þekktur sem blautasti maður landsins af fólki? Það er talað um það. En ég er að velta þig fyrir svona út á við. Það er agalegt sko. Það er að tala um veist ekki hvað ég meina? Það er eins og í vinahóp þegar þetta er blautasti maður landsins. Já, í vinahópnum okkar. Myndir það ekki freka vilja vera þá gráðasti maður landsins? Nei, ég er að segja, þú veist, ef það er eitthvað fólk út í bæ að tala bara, já, er hann ekki rosa blautur? Það er hræðilegt. Já, en þú tókst það frekar sko. Nei, já, ég tók það frekar. Því það er líka viðbjör að vera bara, já, er hann ekki ógæðislega graður gauður? Nei, bara mamma mín og pappi, bara já, hann er graður eða ekki. Mér finnst, mín 2% eru að einhver segir við þig, hörru, hann er ekkert eðlilega graður. Það er bara svo að segja að hann sé bara hann er ekkert eðlilega frábær. Það er í rauninni bara compliment. Ég sé ekki hvað er neikvægt í það að vera graður. Það er ekki margir en að hann er ekkert eðlilega blautur. Það er samt eitthvað neikvægt í bakvið það. Þannig að þú tekur graðastur. Ég meina eitthvað segja, hörru, hérna Steindi, hann er ekkert eðlilega graður sko. Það er bara, já ok, topp maður. Bara mjög graður. Ég sé ekki hvað neikvægt í það. Nei, þú en Sóli, ef Sóli fyrir eitthvað Sóli, hann er graðasti maður landsins, allan graðasti þróttarlandsins, líklega landsins. Og það er eitthvað slæmt það. Nei, herru, síðasta. Nei, líklegast ekki sko. Hvort myndi frekar vinna einn vinnudag í peysu og sokkum en berir að neðan eða mega bara drekka áfengi næstu 5 árin berir og ofan? Byrju, þú voru að segja þetta aftur. Já, þetta var, sko, mál er það flókið að skýra það og skrifa þetta niður. Þetta er mjög létt. Hvort myndi frekar að vinna heilan vinnudag bara í peysu og sokkum þannig að þeir eru alveg berir að neðan eða mega bara drekka áfengi berir og ofan næstu 5 árin? Sko, veit að þú vinnur heila vinnudag á penisnum, hvað farðu vinnu? Þú ert gauður þetta. Það er bara út á hann útlæg. Það var illa að hugsa. Já, nema þetta vinnur svo þjónustufulltrúi einhvers staðar og þú ert undir skrippborði og ert bara penisum. En ef þú ert að labba hérna upp á sín og svo er það 8 þá ert í vesinni á tillinu. Logi Bergmann sagði þessu um mig þegar hann var ofurölvi helli ykkur félagarnir, hann sagði skeri ég margóft lesið fréttirnar á Stöð 2 á penisnum. Nei, hann sagðist oft verið bara í skuldbuxum. Æ, herru, nú ætlum ég að stoppa þessa vitleysu. Þetta var kortmyndur frekar og getur ekki staðist. Nei, glæta, hvað heldur að lesa frétti bara á penisnum. Hér næst engamálið og svo hittist í nýjasta dagskrárliðin og fleira. Böddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Það er að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindi Junior erum komnir hingað inn í klefa. Það er hárrétt hjá þér og klefin, já, það er svona fínna orðið yfir þetta. Við erum að fara að gera símat. Já, og sko, ég sett inn á Instagrami hjá mér fyrir í dag. Þá var ég að spurja og sagði fólki varum að leiðinni klefa hvað fólk vildi heyra. Já. Það komu, ég var búin að gleyma hellinga það, sko, eins og sækjum vinnu sem letuhaugur og stigagangurinn. Já, og stigagangurinn er klassiskur. Sækjum vinnu sem letuhaugur. Ég var til að gera það fyrir næsta átt. Já, tökum við næsta átt. En það sem að ég er svona flest atkvæði. Já, það sem ég fór yfir og fekk svona flest atkvæði var gamla góða engamálið og ég fattaði það hefur ekki verið lengi. Nei, við erum búin að kæla vel og lengi. Þetta er, við höfum verið með hann í nokkur ár en ekkert það oft, en þetta er inn á milli og okkur ekki væntum þetta. Já, fyrir ykkur sem aldrei heyrt engamálið og þá ringir Steindi, ég finn eitthvað nafn eða við saminumst á eitthvað nafn, hann ringir og lætur eins og að vera að tala við konun á engamáli í gær og dritar nöfnum sem hann kalla sig að Ertu tilbúin? Ég er klár. Hvaða nafn viltu vinna með? Ég var að hugsa Jóhanna.
Jóhanna. Já, er þetta síkt leðurblaka, 45 ára? Hvað segirðu? Byrju, hver er þetta með liði? Jóhanna heiti ég. Já, ætlum við að nota bara alvöru nöfnin eða? Hvað ertu að tala? Ég heiti Hannes og kalla mig hérna litli COVID-tilinn, 30 ára hann inn á. Nei, skemmt hún á? Já. Nei, þegju. Akkur heldur þú? Reynum einu Já, ég þarf að teppa þér. Já, þú fórst beint bara í eitthvað liður. Já, ég teppa. Ertu hún svona riðkæður? Nei, ég ætla að teppa þér. Já, hringdu hann. Mandaði þið núna. Halló. Já, góðan daginn. Mér langaði bara að biðja afsökunar hvað ég ringi seint. Ég ætla nú að ringi í hádeginu en jæja. Hvað segirðu þá? Fyrir ekki, ég heyri bara svo illa í þér. Já, ég er í bíl, hver er þetta? Þetta er Outbreak-appinn. Er hún á dalurunafninu? Ég held að þú hringir í þessu snúmer. Nei, er þetta ekki Jóhanna? Já. Herðu, já, afsakið, ég ætla nú að ringja hádeginu en hvað segirðu, heldur þú væri til í að stoppa ykkur staðar og kannski fá okkur eitt pilsner og svona spjalla saman? Nei, ég held ekki núna. Já, byrju, var ég ekki að tala við því í gær? Nei. Já, ertu ekki tussubumba 39 ára hann inn á? Nei. Vorum við ekki að tala saman á engamál.is bara í gærkvöldi? Nei. Nú, byrju, þetta er nú ákveðið sjokk. Var ég ekki að tala við þig? Ég heiti Koppmann 39. Nei, hvað er að gerast? Þú ert búin að kólna. Nei. Þú ert ískaldur. Ég er að lenda á erfiðum Jóhannum. Ekki að eitt sjansen. Já, eitt sjans yfirbót, þetta er bara erfitt. Já. Ég ætla líka bara að vera ógeðslega næs núna. Ég ætla að vera góðu gæ. Jóhanna. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hvað segirðu þá? Væri þá einhver áhuga að taka eitt kaffibolla? Býttu nú við, ég held að þú sést ekki hringir rétt að Jóhannu. Nú? Nei, heldur það? Ég veit ekki, þetta er Gullna Sturtan, 39 ára. Ég býð austur á landi, býð í Neskaupstað. Já, Neskaupstað, já, er þetta ekki Jóhanna? Jú. Já, þetta er, var ég að tala við þessum Outbreak-appinn í gæri eða? Eða Taugakippur 81, getur það verið? Nei, þú talaði ekki við mig í gær. Hæ? Vorum við ekki að spjalla saman í gærin á engamál.is? Nei. Nú, er ég að ringja í ranga Jóhannu? Ertu ekki inn á engamál? Þú ert bara að ringja í ranga Jóhannu. Nei, ég er ekki á engamál. Ég trúi, var ég ekki að tala við því í gæri? Þetta er nafninu síkt leðurblaka 45 ára? Nei. Litli COVID-tilinn 30 ára? Var ég ekki að tala við þig? Nei, minn kæri, þú ert að tala við ranga mannesku. Ertu að segja mér að, ert þú ekki öskrandi frunsa 85 ára? Nei. En saltpilli fyrir 700, kannastu við hana? Nei. En æðaber, fytulhungur eða tussubumba 55, þetta ekki þú? Ekkert af þessu. Jésús, við hvernig er ég að tala í gær? Geti ég hafa verið að nota hinreikningin, My Evil Twin, 25 ára? Nei, ég veit ekki við hvað þú hefur talað í gær, en allavega ekki við mig. En kannastu við þá, en ég var að tala við nokkur en ekki kannastu við, rimma með á raungunni eða bara kynlífi COVID, hefur eitthvað heyrt um þetta fólk? Nei. En herra er raskat að maður að kalla mig Kristínu, þekkirðu hana? Ekki aldrei. Herra, þetta er nú bara ákveðið sjokk. Já, þú bara prófa að leitaðu bara í manni þínu. Já, ég ætla að slá á þráðin, ég ætla að heyri fytuklessu 49 ára, aðtöða hvort að hún geti bent mér á okkar Kokkmenn 39 Jæja, náður að það var símtali og þetta var dagskrárliðurinn. Þetta verður Þú er búin að reyka. Sko, þetta er búið að vera, þetta er erfara en veistu hvað, þetta hefnaðist í lokin. Ég náði, Þú náður öllum nöfnunum. Nei, næstu því öllum, ég átti nokkur inni en ég náði ekki segja það, við notaðum næst. En ef ég á gaggrinaði fyrir einhvað þá notaður söm nöfnin sem var búin í símtalunum undan. Nú það? Já, leðurflakan og það. Ég er búið með 2 bjóra maður. Hvað, þú veist mér að Þetta var engamálið og stendi, ég gef þér 7-5. Ég gef þér 7-5. Ég er búið með 2 bjóra, menn hvað? Hlaðvarp FM 95 Blö. Á einhvern óskiljanlegan hátt er þetta í fyrsta sinn sem að þetta lag er spilað í FM 95 Blö. Ég get staðfest það. Málega er Sálnans Jónsmins, hvar er draumurinn? Skilabóð sem ég fengi sendt var frá Stefáni Hilmarsinni og hann var með bragðaref að keyra heim til sín og það stóð refur undir stýri. Já, það er legend. En málega er, þú ætla að gefa Steppa Hilmars
smá sjöfri af þetta og þegar ég mætti í Poop 40 og by the way, fyrir þá sem mistu af storyinu mínu á Poop 40 þá var ég að setja það í highlights á Instagram þannig að fólk getur hort á það þar þannig að Poop 40 orðið highlight þá getur líka drefst en Stebbi Hilmars mætti í Poop 40 á Rangá sem leinigestur og ammælisgjöf, ég vissi ekki að því sem skýr sem ég hugsa, ok, Nína, ok, dreitt 2 góð lög hörðu, hvað spilaði mörg fucking góð lög þarna? Það var hit after hit after hit, so many hits Já, bara eftir að hann var að það, ok, nú skil ég sko, Stebbi Hilmars Já, ég meina, ég vissi að þetta er legend og hann er snillíkur en sko, þú fattar ekki hvað hann góður á Blöð á Rangá Blöð eitthi svona 40 milljónum í þetta ammæli sko? Nei, það gerir mjög langt í frá og þið gáðum með Stebba í ammæliskjöf óvænt og herðu, já, þetta var enda geggjað og þetta er eitt mesta legend landsins Erum við að fara núna í hversu gráður er Sóli Hólm? Það er komið að nýjasta dagskóli eftir 9.5 Blöð Egil, sko, en þú hringdir ekki hann eða? Jú, nei sko, útskýra, ok, sérst ég hringdi í Sóla í morgun til að spyrja hvað sem gráðurna var Sko, Valar hringir mig, en mysteriösli hann hættur í Þannig að ég sendi SMS Áður en þetta byrjaði sem dagskóliður hringdi hann þá alltaf reglulega því að segja Já, áður en fór myndi on the ear en núna sendi ég skilabóðan í morgun og það svaraði mér ekki gamli hversu gráður ertu og ég fekk geggjasvar sem ég held að þjóðu þessi ánan ennuna 8,2 þjóðin getur ekki verið ósátt við 8,2 því það er bara, ég held að helviti góð helgi framöndan Í Horniness Já Þannig að helgin sem er framöndan er 8,2 góð Já Nei, hann er graður frá skala 1-10 og nú er 8,2, hann er mjög graður sko. Það er ekki 10 þetta verður mjög góð helgi það er ekki sunshine Hvað þýðir það fyrir þjóðina? Erum við að tala um þá að fólk fái sem sagt á gott veður? Já, bara góð helgi framöndan, alls sem hann vil gera bara, Hvort sem þetta fara heima að spila töluleiki eða bara keyra hringinn þá gengur vel í En málið er, ég gerði trailer fyrir Sóli Hólm Sóli Hólm er einn af minni bestu vinum Ég elska hann á lífinu og hann er great comedian líklega með þeim betri hann er sannlega ég segir hann top 5 með ykkur tveim og kannski ykkur tveimur öðrum en málið er að ég ákvað að gefa Sóla the great honor hann á núna trailer ég ætti 9.5 Blöð Bæði veginn þá höfum við Steindi ekki heyrt hennar trailer svo það sé á reynd Þið eru að fóra núna spilin í fyrsta skipti Það er mikið að hlusta sem halda þessu Ég er bara að vera kvíðin sko Ég sverða ég ekki í fyrsta skipti Við höfum ekki heyrt þetta Og þetta er mikið vinna sér lagið innan trailer og Sóli ég vonast þetta sáttu, ég veit út að hlusta Ég lofar hann ekki sáttur, heldur í alveginu með við síðasta síndala, hann vilji trailer þennan dagskvöld Ég veit hann er brjálaður sko, skemmtilega hann er samt svo hress alltaf, hann er ekki brjálaður en hann svona nennur sig ekki skemmtilega við hann trailer er að þú veist, ég Blöð út á græðunum hann verður spilaður núna í einhverjum einasta þætti næstu 7 árin ég get Sóli hefur átt að hlusta, ég lofa hann að það hækki græðurum inn í herbygginu en þú getur eiginlega ekki lofa hann að þetta verður ekki spila allavega í næsta þætti er hann 2 mínútur? 2.06 Það er rosalega mikið Það er svo lag Þetta er lag Það er trailer að lengt En þú ert búin að segja okkur hversu græðan er ekki alltaf trailer fyrir dagskrálið? Já, ég gef ekki nýjan trailer fyrir hvert skipti Þetta er bara trailer sem verður fram með þess En þetta er 2.06, það er trailer að lengt Það er rosalega lengt Það er ekki trailer að lengt í útvarpi sko. Það er ofta 7 sekundur Það er komið að veðri spilum þetta Ég er svo spenntur að heyra þetta, ég verða að heyra þetta mér langar að heyra þetta Þetta er trailerinn hans Gils hversu graður er Sóli Hólm og hvað sagður hann væri? 8,2 8,2 já Í dag er 8,2 Hækka inn í stúdíu, við ætlum að hlusta á þetta Hlustum á það Are Icelanders gonna have a good weekend or a bad one? That is all down to just one man. Það sé hérst á aðeins sko. Hann var 8,2 þannig að það var jákvæmt og stundóli stundu þá Það basically verið að beðja hann að vera graðari fyrir land og þjóð Besta kjöftis Hólm Aldrei gera trailerum með Hann er 8,2 í dag og gaf maður að sjá hvernig er í næstu viku Já, herðu, þetta var og þannig að basically, má ég aðeins fóta reynd þannig að við ætlum að þetta verður góð helgi þetta verður góð helgi, þetta er bara svo völva þetta er völvan, en þú veist þannig að planið er núna hjá okkur er semst að þetta verður spilað í hverju þætti Nei, við getum ekki gett sólað sko. Nei, ég ætla bara að spyrja ok, í höstum agli er planið henni hann ætla að spila trailerinn sem er 2.06
Svo kemur hann úr trailer og segir Sóli í dag og segir svo bara töluna. Og það bara dagskrárliður. Hann bara dagskrárliður bara svo 10 sekúndur. Ég get lofa því að Egill ekki búin að hugsa þennan dagskrárlið til enda. Og hann strax og virtast dagskrárliður. Nei, hann ekki virtast dagskrárliður. Hann þetta heldur virtur. Já, sko, mál að þú veist, ok, segjum að í næsta þætti Þetta var svo grillað. Segjum bara í næsta þætti að komi bara trailer sem 2 og 6. Svo beint eftir trailer segir Egill bara tölu 9,5 og þá veit þjóðin að það góð helgi vænt. Já, en þú heyrði nú hvað gerist í trailernum ef hann sagði að hann veri 4. Það dó allt. Já, fólk þarf að hætta við hringferðir og ger horny again og eitthvað. Herðu, þetta var hversu graður í sól? Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 Blö. Maður þá að jafna sig eftir trailerinn? Já, það var svolítið steikt. Það voru að viðkennast. Ég hef ekki gert trailer lengi og ég ætla ekki að gefa einum manni sjárátt sem hjálpaði með trailer. King Egill Plóter smíðaði þetta með Gilsárunum í morgun og ég held sem minn besti trailer, held ég, svona frá hérna myndir fyrir cash. Já, þetta er rosalega. Og það var allir the cash pub. Núna verður þessi trailer í hverju einustu viku út af því að allir fórhundum veitir hversu gráð og sóli alltaf í hverju viku. Ég elska þetta. Herðu, já, ég lofa að þetta verður ekki hverju einustu viku en það er komið, ég ætla að róa þetta aðeins, Drengir. Við ætlum að fara í virtasta, þú vilt meina hversu gráður í sólu Hólm sé virtasti dagskrárliður FM 95 Blö. En svona í gegnum árin það sturlaða staðreyndir. Ég ætla aðeins að róa okkur niður og þið tilbúinir? ætla að svara mér. Já, við erum klárir, við erum bara svo einbeittir. Við erum alltaf klárir. Ok. Það er hrossakittur. Já. Fyrsta sturlaða staðreynd dagsins. Pantherophobia er hræðsla við tengdamóðina. Mjög spes. Já, spes, ég held að sé nú margir sem tengja við þetta, að vera smá hrættu við tengdó. Er þetta ekki svona aðalega í Bandaríkjunum? Er eitthvað svona á Íslandi? Ég er allavega mjög heppið með tengdamóður. Ég gleymi aldrei að þegar ég gisti svona í fyrsta skipti heimi á Sigrunni að þá, sem sagt Þú ert ekki að fara í eitthvað ógeðina? Nei, ég er ekki að fara í neitt ógeð en þetta tengist tengdó það er svona fyrsta sem þú gerir þegar þú svona vaknar þá svona kannski Var eitthvað að fara bak og hún myndi heyra það og eitthvað? Nei, jú, örgulega en ég er að segja, þú veist, að það er svona þú reynir að koma þér einhvern veginn út án þess að hitta allt gengið, sko og ég hef reynd að gera það og það var vesen, að því að hún var búin að taka skóna mína binda reimata saman í hnút svo ég er því lengi að fara í þá og ég var að reyna bara, ég kom bara að þessu, ég bara, hvað er að gerast maður ég held bara tengt og þoldi mig ekki eftir þetta sko, ég bara, hún lítur að þóla mig ekki og svona. Varstu mann að tala eitthvað við hana? Nei, bara svona hitt hana lauslega einu sinni og ég var bara að reyna að finna út úr þessu og hún var bara að fokki mér og svo þegar ég var komin búin að losa hnútin og fór í skóna þá er allir blöytur á löpunum þá var hún búin að setja mandarínu bát onni báða það er rót og passa það saman þetta var bara er líf þitt bara einn lifandi skets? Nei, ég meina þú veist, jú þetta er mjög sérstætt ég er svona í part, þetta er svona eins og ég er svona inn, þetta er Adamsfjölskyldan svona þessa fjölskyldan vinnustar eitthvað hjá tengdó í fíla? Ég lendi því Lendu þú einhver svona? Nei, bara aldrei lendi einu En þeir eru ekki hrætti við tengdamóður ykkar? Nei, langt í bara alls ekki. Nei. Þá er það næsta. Marihuana, tvöfaldar líkurnar á að kona fái fullnægingu í kynlífi. Já, þannig að ef konan, þú gefur konun eina góða doobie eða bara cookie eða eitthvað. Já, er það þegar maðurinn fæði sér að doobie? Nei, eða ef konan er undir áhrif. Ekki það sem að hvetja til marihuana reikninga. Sko við erum svona eiginlega að því Nei, ég er bara að lesa sturla staðreyndir. Hass er Íslandi, virkar hass eða er þetta bara Ég bara er eins lítið í þessum heimi og hægt er sko. Úr hvaða rassi borðað þú? Hvaða rassi? Nei, það mann sem gett þessu. Já. Það var forvandurölsing. Ógeðslega mjög svolítið að ræða. Ég er að spáði þannig að þú ert að segja mig það en kona þetta virkar ekki á karlmenn, virkar bara á konur. Nú tek ég aftur Bandaríkin. Það má ekki gleyma því að þessar síður sem ég er að fara inn á eru bandarískar. Þar eru menn hrætti við tengdamóðu sína sem það er alltaf talað svona, þegar við séum þetta í öllum grínmyndum að bara hitta því innlá og svo eitthvað kjaftaði. Já, og í Bandaríkjunum að þá er bara sem dæmi er marihuana algengara heldur en að vera að drekka áfengi þegar þú ert að skemmta þér. Já. En það sem ég er að pæli er heldur þetta virki bara þá á konur eða stendur það?
Það stendur að þetta hjá konum Hjá konum, já, ok Herru, næsta, árið 2003 stálu tveir, já þetta er rosalegt mér finnst þessi mögnuð, hún er ekkert fyndin að neitt Árið 2003 stálu tveir menn Boeing 727 vél af Luanda flugvellinum og hvorki vélinn ég mennitin hafa fundið síðan þannig að það voru bara tveir menn sem að stukka upp í bara Boeing 727 flugu í burtu og veit enginn hvert þið fóru Það er fucking amazing Já, og þetta er ekki það langt síðan 2003 Líklega sprotlend Þeir eru að lendi í ykkur algjöru shithole sem er ekki að fylgjast með flugumferð Grænland líklega, ég teipa þess, þeir eru í Grænlandi Ég meina, Hvað ætlar að gera við vélina þar? Ég veit ekki, bara gefa mér En er ekki alltaf í Black Box sem er að rekja flugvelna Þeir hafa hendur Hún hefur ekki fundist Það er ekki, er það hægt? Þú bara tekur the black box og hendur hún mútu glugg Hann var eitthvað stand-up grínisti sem var með okkur ekki bara öll vélinn gerð úr the black box af því hann er alltaf heill sko Herru, þá er næsta flest fólk þarf já, þetta er Egill, þú spáði mikið í svefni Þú ert alltaf að ræða við mig Flest fólk þarf 7-9 tíma svefn en 3% af fólki í heiminum sem að flokkast undir the sleepless elite þarf ekki nema 4 tíma og er gott allan sólarhringinn án koffín eða leggja sig og sem dæmi er forseti Bandaríkjanna Donald Trump í þessum 3% þess vegna er alltaf tíst á nóttinni Þetta eru örfáir sem Ég er partur af þessum hópi Er það? Þú ert alltaf þreytur Þú þarft grímuna, þú þarft að setja á þig grímuna og sofa með grímuna Já, en ég sef ég sef aldrei í 7 tíma Aldrei Nei, en þú ert líka alltaf að tala um hvað þú ert þreytur Þetta fólk er ekki þreytt á daginn sko. Já, þú veist, það eru samt, skilur það eru alltaf allir hálf þreyttir sko. Er það? Ok, en hversu flókistendi? Bara færa þess að græju hún kostar $0 þannig séð setur hún á andlið og ferð að sofa Af hverju viltu það ekki? Ég get það og fyrsta lagi konaðinn mun sofa betur út af því að það mun ekki út af því að þú hættir að sjóta og svefn, hún mun ná dýpri svefn þannig að þú hvílist betur segðu mér mínusana við þetta, bara í kvelli takk. Já, sko mínusatnir er það er að, ég myndi segja að vera 0,6 ég veit það að segja, góða einhver að horfa á þig sofandi Er ekki bara konaðinn sem sér þig? Það er bara ekki hægt sko Þá getur hún sofið Þú ert að gamer Þú átt að gera þetta ángríns Já, elska grímur að því ég er að gamer Bandaríkjaforseti getur sendt öllum í Bandaríkjunum SMS og það er ekki hægt að eyða því Getur hvað segir þú? Bandaríkjaforseti getur sendt öllum í Bandaríkjunum SMS og það er ekki hægt að eyða því Þannig að segjum að kemur upp eitthvað crisis þið verðið kjarnunguspenningarleiðinni þá getur hann sendt öllum SMS Það er rosalegt Það er, sko, ég fíla alveg bara svolítið líka sko, eins og hérna, ég var í Bandaríkjunum þegar ég var nú kannski lent í þessu líka þá var ég inn á bar og það, ég var í Baltimore og það fengu allir á barnum á sama tíma skilabúð bara dýt og það var öðru sér hljóð en er í SMS Já, það er verið eitthvað svipað þetta Já, og það var sem sagt svona flóð aðurinn Já, það er svipað dæmi Já, og þetta kemur líka oft þegar þú veist ef það eru börn tínast þá kemur bara þá er rofin útsetting og allir fá SMS sko Mér veist að við erum að vera að nota þetta meira sko Ég held að það sé ekki ef eitthvað bad tínist það er að gerast endrast Ef bad tínist þá er öll útsetting rofin bara af því að það er bara, þú hefur bara nokkur klukkutíma og svo er þetta bara dautt Ná, ok Lengsta prump allra tíma var bætt á dögunum Ég hef örgulega lesið upp áður hérna hvað var metið Herri, ég ætla að spyrja ykkur, hvað haldið þið að lengsta prump allra tíma sé langt? Ég myndi halda að það væri ég myndi halda að það væri 1,5 mínúta Hvað segir þú? Nei, 1,5 Ég er hugsað félaga sem eru mjög góður að reyka við en það er mjög að halda sko, consistency þú mátt ekki missa prumpið í þögn Nei, þú þarft að hleypa Ég vildi bara smá tíma sko og segja bara hvað heldur það sé langt Það er gott loft að Hvað sagði Stendur? 1,5 sko Ég held að þetta er einhver áluvöru óröglu PC 3 mínútur Egill var mjög nálægt þetta eru 2 mínútur og 42 sekundur ég var að pakka það samanstinn og það er stedt í fartið Já, herru það eru 2 eftir Konur skoða rassa á karlmönnum af jafnmiklum áhuga og karlmenn gera við þær Rass er mjög mikilvægur þegar það er í makaleit Já, þetta er einhver ósturðlasa staðar en söguna sko Já, hvern fólk dýrkar rassa á Það er eitthvað newsflash að gælur að sexja rassa og gæði með Ég veit það ekki, ég hef bara lesað það sko. Ekki spurning það sem hvern þjóðin dýrkar það er góður afturhendi og yfirvaraskegg Svo er það síðasta Tom Cruise hefur skilið við allar 3 konur sínar þegar þær voru 33 ára Þinn maður er náttúrulega Já, hann er bara með þessa vinnureglu Það er eitthvað að honum Then when they hit 33 Ég veit ekki hvort það sé viljandi Var ekki Katie Holmes sem skildi við hann þannig
Þetta ekki? Já, ég meina krúsarinn hefur alltaf verið Hann er bara, já Hann er heltæpur Lék Katie Holmes í Top Gun, eða? Nei, rest my case þá. Já, ok Hann er ekki betri myndum. Hvað það fyrir sem var kjaftaði? Ég væri til í recap í svona elsnögt. Hræðslega við tengdamóðina marihuana, tvöfaldur líkundar á kona fáið fullnæðingu, 2003 stálu 2 menn Boeing 727, flest fólk þar 7-9 tíma svefn nema 3% af heiminum. Bandaríkjaforseti getur sendt öllum SMS sem er ekki hægt að eyða, lengsta prumpa allara tíma á 2 mínútur og 42 sekundur. Konur skoða rasa á karlmennum jafnmiklum áhuga karlmenn gera við þær, og Tom Cruise hefur skilið allar konur sínar þegar þær eru 33 ára. Þetta er aldrei verið svona erfitt hjá Blöð. Sko, Þetta er erfiðasta keppni á Blöðan til þess. Mér langar svolítið að henda á Bandaríkjaforseta því ég veit að hann getur sendt öllum SMS-ið, en að þú getur ekki eitt því finnst mér eitthvað svo skrítið. Hvað segir þú? Nei, ég ætla ekki að gera, ég ætla að henda á Marihuana var rétt. Það? Stendin á því, hér eftir smá stund er spurningkeppni Gilsarans, og hvað voru oftar að vinna með í dag? King of being a great stalker. Já. Þið reyndar. Ég ætti að vera ágættur þar, Steindi er líklur. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hárrétt, það er Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem fær ykkur FM 95 Blö, og fyrir, Keilu fíklað úti þá er ennþá hægt að fara í Keilu. Það er búið að hólfa allt niður í Keiluhöllinni. Þannig að, og það er séð vel spritt og annað. CTO með allt upp á 10. Já, svo er náttúrulega líka bara ef fólk er ekki búið ákveða hvað ætlar að borða, þá eiginlega geti staðfist að bestu pítsu landsins er á Shaken Pizza, og mæli ég með Banderas. Við erum konið svolítið þangað, Steindi. Já, við erum með Banderas. Við erum í Banderas. Já, ég fæ mér alltaf sömu. Já. Er CTO sjálfur að límið þér brautirnar og... Já, hann er að allan sólarningin. Já, hann djöflast. Geggjaður. Já. En það er komið að dagskrárliði sem að maður hræðist pínu. En klukkan hún er að verða 5:30. Ég hræðist hann í dag líka sérstaklega. En þið maður með geggjaðan trailer á hann. Fæ ég aftur trailer? Nei, þú tókst það. Það er 1 trailer á dag, það er nýja regla mín. 1 trailer á dag? Já. Þá fæ ég bara ég verður að vera harðið við þig. Sóli verður bara alla næstu helgi. Ok, þá tuða ég ekki. Nei. Og ég bara byrja það? Ég get haft hann, maður sjá, ég get haft hann undir þessu gerðin daginn. Það er mjög gott. Já. Ok. Það er svona undir. Já, hann er hann. Já, hann er undir. Mjög vel gett, Blondell. Takk. Ok, þetta er keppnin King of being a great stalker. Hver er meiri svona hæfileika í að vera frábær stalker? Þetta er eitthvað sem maður vill alls ekki vinna. Nei. Það er eitthvað bara hálf ógeðslegt við það að vera a stalker. Nei, þetta er bara hræðilegu titi þessum. Nei, þetta er keppni. Þú vilt vinna. Nei, maður vill ekkert vinna alla keppnir, sko. Nei, þetta er keppni sem ég vill ekki vinna. Ég get alveg staðfest það strax. Ég vill ekki vera besti stalkerinn. Hefur þið verið obsessed á gellu? Nei. Heldur það snögt nei hjá þetta? Ég hef bara aldrei verið það. Ég er obsessed af gellu. Það er sexið það reitt. Hefur aldrei verið obsessed á gellu? Nei, aldrei. Ertu ekki að tala að vera bara með eitthvað stelp á heilanum og þú bara ert að reyna að vera endalust í mörg ár? Nei, það er bara ekki hann. Nei. Blondell, þú ert á söðokröki, sko. Ég þarf að reynskið. Já, ég getur þetta að taka punkt. Hvaða pía var það? Ég ætla ekki að fara neitt út í það. Nei, það hljóma verð að þú gerir það ekki. Munum á mér og þér ég líka ekki að hlustundum, þannig að þetta er punktur á mig. Það hljóma verð ef þú gerir það ekki. Nei, hljóma bara alls ekki verð. Bara næstu spurningu, ég er bara í spurningakefni hérna. Hver er strax trailing? Þetta er eina spurning. Þetta kemur á óvart. Maður vill ekki vinna þetta. Ok, hefur þú staðið út í glugga heima hjá þér eða verið út í bíl, með alveg sama annarkvort, glugga heima eða út í bíl, með aðra hönda á kíki og hina hönda á penisnum? Næ, og íbarast. Þetta gæti verið í topp 5 af ógeðslistu spurningum. Úrvisins viðbjöður. Með kíki? Nýbúin að segja satt hérna og kemur eitthvað ógeð. Hver heldur að einhver Íslendingur hafi gert það? Já, ég veist. Heldur að einhver eigi kíki? Þetta er King of being a great stalker. Já, og hvað er það þá? Bara verið að prófa sem í kíki? Nei, þetta er ekki endilega, bara með kíki. Ef þú ert ekki bara einhver, þú veist, veiðimaður sem þarft að eiga kíki, þá er að skoða fjöllið eitthvað. Já, þá er ruglað að eiga kíki. Af hverju þarft að sjá svona langt? Það er svolítið stalkerlegt að eiga kíki. Ef þú ert ekki að veiða út bara með kíki í bílnum, það er bara, það ringir helling af. Eða heiðilegt svar er Já, við höldum að enginn á Íslandi hefur gert það, sko. Vaknaður í morgun, vel gráður í stalking mode. Nei.
hvorki vel graður nýja í stalking mode. Ég fæ ekki svona halvan punkt. Þetta er þægileg punktu til að pikka upp. Því ég get ekki, samreind þetta, skil. Hvað er að vera í stalking mode? Þú getur sagt núna bara, já, ég vaknaði morgun í stalking mode. Og þú komið punkt, 1-1. Ég bara segja að þetta var þægileg punktu fyrir. Við erum mjög heiðarlegir þetta. Nei, ég er heiðarlegur en þú. Heldur að ég hef verið að stolka píuminnur? Nei, ekkert bara það, en stundum segir þú nei þegar ég veit það er rétt. Nei, það er ekki rétt. Ok, en Blöð, þú ert ennþá with the lead. Já, takk, frábært. Hefur þú sendt gælu óumbeðna, vel kóreografaða limumynd eins og King Richard gerði eins og ni? Nei. Aldrei. Sendi hann ekki á Hann sendi á vinsinn. Hann sendi limynd. Þjóðin þarf ekki út af mér að Rikki tók. Þú varst að segja að það sendi á korti. Vinuðin, ekki verið að henda honum í rútuna maður. Hann sendi félaga sinni. Hann tók limynd. Já, en þú sagði þér senda á konu eins og Richard. Ég sagði, hefur þú sendt gælu óumbeðna vel kóreografaða limynd? Já, eins og Richard, og hann gerði það ekki. En ég er bara að tala um King Richard sendi limynd. Þú varst að taka það fram. Sölumann og kynnisvikið í Sportasun. Við vitum að hver fekk myndina. Er þetta ekki hérna punktur á ykkur félagunum með það? Nei. Og hvað er vel, ég nenni ekki eins og frútið. Ok, næsta. Eina sem er Rikki klára þetta bara. Rikki laði enga metnaði sína limynd. Þú ert að spyrja hvað er vel kóreograf, það er bara út búin að flaggi hálfa með góðan bakur. Já, bara með Esjuna og Sunshine. Með Esjuna og Sunshine. Ég er bara svo huggulega limynd. Rikki var einn upp í herbyggju. Hvað ertu þá með svona selfie-stöng? Hvernig ætlar að ná Esjunu og sólinni og tekur það með fram í jörðinni bara í góðu semmara. Bara fallega limynd. Já, næsta. Hefur þú tekið stalking á næsta level og farið að vinna í sömu sundlu og gæla sig langað í? Nei. Sérðu þið? Þú ert svo mikið legar. Þetta er nei hjá mér, ég hef aldrei unnið í sundlu. Ég veit hvað þið eru að reyna að ná með nappa. Þú ert að reyna að nappa með, þú bara hefur þetta veitlist. Ég er með the authority to disqualify you. Ef ég veit þú ert talking bullshit. Takk, dópari. Ég get alveg sagt það að þegar ég byrjaði að vinna í sundlauginni áður en hún byrjaði að vinna hana. Þannig að þetta er ekki rétt. Er Sigrún the stalker? Ég var búin að vinna þetta í svona 2 ár. Ok, þú sást hann ekki. Þannig að hún byrjaði að stalka þig? Já, nei, hún byrjaði að vinna þetta eftir mér. Vitandi af þér? Það held ég alls ekki. Hún hefði aldrei hitt með. Tables have turned. Já. Þannig að þú þú baðst mér að vera heiðalur. Ok, ég held að þú var með 100% punktana. Eitt nú latur við blöð. Hefur eld gælu út alla kringlu? Ekki heldur. Ég er sko, máli. Nú nenni Gilsar ekki lengur þetta hérna. Nei, þú setti búnda á það strax. Ef Lógi að lendi þessu, getur betur það? Að menn séu að ljúga á hann. Hún var stóð kyrri bás. Þannig að ég held hann ekki út alla kringlu. Ok, hefur þú stolkað píu í kringlunni? Hvað, þú er dómarið það? Það áæðilega spurningi. Þú að skipta þessa spurningi. Er þetta ekki King of Stalkers? Hefur þú stolkað píu í kringlunni? Ég bara lendi því að fá ekki punkta það. Það er bara jákvætt. Ég minnst vel þú að æsa mig. En hefur þú eld gælu út alla kringlu? Já eða nei? Nei, það er ekki hannig. Ég elda hann ekki út alla kringlu. Ég er að segja satt. En hefur þú sagt, hefur þú eld einhverja stelpu frá kringlunni og lengst nýr í bæ, hefði ég sagt já. Sem er verra. Já. Hafðu spurningarna rétt. Þetta er skrifast á hann. Ok. En þú 1-0 fyrir blöð. Þetta er eitthvað lélegasta skor sögunar í einni kefni. Sem segir við sem ekki stolkar. Röldur einhvern tímann í gegnum hálfan sveitabæ til að banka uppi á gælu til að vera í sleik, en hætti svo við þú komst að húsinu. Þarna get ég tekið technicality sem svo steindi. Ég var ekkert alveg sleik. Hvað varst það fyrir það? Jú, ég ætlaði ekki svona. Þetta er punktur. Ég hef ekki svo heyrst þess að sögu. Jú, þegar ég var nýbúin að horfa á Dylan kissa píuna hann í Beverly Hills. Ég hef sagt þetta enn. Ég sverða, ég man ekki eftir að sögu. Ég var til að heyra þess að sögu aftur. Blöð bara fór í vöðlurnar, labbaði í vöðlurnar. Þú hefur komið á sögakrók, sko. Hvað heldur þú fyrir vöðlur til að labba? Varst alltaf í vöðlur? Labbaði í gegnum alltaf sögakrók og alltaf banka okkur í gælu og með sleik. Hætti svo við og fór heim og prófa þessu. Nei, ég fyrir að setja á grænatakkan hérna. Kláraði spurningum þetta. Það segir bara að fróðar í vöðlur. Þetta var allt líð hjá hann. Men ég fekk samt punkt að því ég við ekki hana. Já, ég tek á mig punktana. Hefur einhvern tímann keyrt vel graður fyrir utan að gælu sér langaði í en gerðir ekkert og keyrði svo í burtu? Nei. Vel graður, nei. Bara alls ekki.
Hvað er þið að horfa svo okkur annan? Nei, ég er bara gefa mér tækja bara að hugsa þetta hefur eitthvað þessu Ég er alltaf búin að vera heiðalegur Ég er bara búin að spyrja Það er ákveður að ég sé með 2 stig því ég viðurkenni mín ógeðslegu moment Ég viðurkendi það Þú áttur að fá punkt bæði fyrir sundlaugina og fyrir hérna kringlu viðbjóðin Ég kynntist konu minni sundlaug en ég byrjaði ekki á undan henni Nei, eftir henni Og ég eldi ekki stelpuna út um alla kringlu Það er rétt Það er ekki aðeinslega sem er 0 punkta Verstu bara, spurðu rétta spurninga Sakat skráni á vöðungjónu með 3-0 blöð Það er ekki aðeinslega Það er rosalega Veistu hvað, varst að gefa mig punktinn núna? Gerist þetta ekki? Ég hef ekkert verið vel gráður fyrir utan einhverjum Þó ég hef kannski gert eitthvað tóma fyrir utan hjá einhverju Ég var ekkert eitthvað vel gráður Þannig að þetta er ekki punktur Kerður þið fyrir utan hjá hverju? I plead the fifth Já, ok Þú kerðir fyrir utan einhverjum, ekki? Hvort ég hefði kert fyrir utan hjá einhverju sem er skotin í Það hefur gæst, en ég var ekkert eitthvað vel gráður Hvað varst að gera? Lagður þú bílnum og horfður þið bara í glöggan? Nei, það gerði ég ekki Næsta spurning En aftur hvað varst þú að gera? Ég bjó við hliðin á henni Þetta er ekki flókin starffræði Þetta hefur ógislegt ef hún ekki búið hliðin á þér Ok, málega ein spurning, Steindi Þú þarft ángveðis Ríðu þig hann líður sér bara út við Þú Steindi þar punkt núna Ég er ekki að setja 3-4-0 Ég er búin að vera alveg heiðarlegur. Það er vandrarlegt sko Hefur þú skrifað ástæðbreif liggjandi á köldu parkett og engu nema á limnum og með bjór Það er 0 á mig Ég veit þetta aftur á mig Ég held ángríns Þetta kemur úr svo harðri átt núna Þú sett að segja ég sé ekki heiðarlegur Hvað eru búin að vera í mörg ár? Hvað er ég búin að segja ykkur oft ég hef ekki verið nakin? Ég lá upp í rúmi þegar ég skrifaði ástæðbreifið Vissulega búið með bjór En ég var ekki á limnum á hörðu köldu parkett Ég nefnir þess ekki lengur Þetta var bara jafntefli Þú er king á stofn Nei 3-0 Bullandi jafntefli gangi Þú skemmtist Þetta var bullandi jafntefli Þetta er svo sturlalag Valdimar yfirgefin Og geggjað. já, ég öfunda kepplingingar svolítið í körfunni Þetta er lagið þeirra á leikinn Já, geggjað lag maður Já Og svo finnst mér líka geggjað hjá Víkingum Þá er það með hérna Jeff Hu La na 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 Þeir eru skorað í En þetta er ekki svona lög sem voru samin sérstaklega fyrir félug Nei, en bara svona nýta þetta Þetta eru heimamenn Við blíkar erum með glærið lag frá hnetunni sem er rosalegt Við erum með Dóra Dina Mosó sem er kallað það pizza Menni ekki eftir Nei, þetta var ekki nóg stert í það Það er ekki eftir Mosó-læginu Hann er ekki eftir því meður Eins mikið og ég fíla Dóra Dina þá Nei, að spila Mosó-lægin eftir hennar liði Nei, ég er feskur sko Hvað er þetta? Geggja lag En ég skal eins og að gefa það Þú mátt fara í How do you do fellow kids How do you do okay. fellow kids Já Og ég náði að vinna síðast Líka þegar að vinna aftur núna Það eru 0 Ákveður ég var svo hægur síðast eitthvað Ég þarf aðeins að ég ætla að hreinsa hugan Ég vil þið hægan aftur Ég er búin að senda þér lag sem þú þarfst að íta á play right fucking now Það er allt klárt hérna Þetta er How do you do fellow kids lagið Já, nei, það þarf að vera ekki Ég, svona Já, þetta er M.O.P. Og eins og alltaf þá hef ég kem í rauninni ekki mikið nálægt þessum dagslulið. Þetta er allt saman aðsend. Já. Og ég er bara svona ég vil ekki segja bara sendibóði. Ok. Og spyrill, frekar. Ég er svona spyrill og það er nýtt hjá mér að ég Logi Bergman semur ekki spurningarnar í Getur betur. Nei, hann er spyrillinn. Og það er nýtt hjá mér að ég er að gefa þeim sem senda mig credits. Ég ætla að nafngreina þá sem senda, sem er svolítið skemmtilegt. Já, en það er samt vesen og þú ætlar að gera það alltaf sko. Nei, þetta er svo stutt, þetta er bara fyrst að þið fara kreditari. Þetta er bara svona. Það er að gefa þeim sjáur ár. Já, þetta er bara, þú veist, já, bara það er gaman. Þú sendir og færð þinn frasa on air. Það er ánað með þig. Já, ok. Herru, að því að núna í, þessi fá kreditari og það var í síðasta þætti, þá við höfum alltaf vitum alveg hvað pause er. Við höfum oft farið yfir piece of shit. Piece of shit. Og pause, old piece of shit sem við erum basically. Hárrétt hjá Röðum Blöndal og nú komið nýtt. Og þess vegna finnst mér tilvæglega að opna á þessu. En þetta er H-pause. Þetta er H-pause og það er Röðum Blöndal sem réttur upp hendur að snemma. Ég ætla að fara í hairy old piece of shit. Hairy old, bættir við old hana. Það er rosalegt. Þú getur það bara sjálfur. Hæ? Hairy piece of shit. Hvað sagður þú? H-pause. H-pause? Já. Betur, er endalasaður hérna? Nei, þú búin að vera með hendur uppi líka. Ég segi horny piece of shit. Jesus, hvað ég er alveg lélugur í þessu.
písuna Það er horny piece Hvernig of gat ég ekki fundið þetta? Hápós Já, ég skammast mín Horny piece of shit Ói, hvað ég liður Þú getur verið ópós eða hápós. Þú ert orðin betri þessu en ég Heil, það verður Já, bara sko, við málega, ég ætla bara að geina hann í undan með Já, en sko máli er að síðan við byrjuðum með How Do You Do Fellow Kids þá held ég að þú sér samt með fleiri sigra. Já, ég meit sigur Já, þannig að það má ekki brjóta sér niður. Nei, það er líka nóg eftir. Það er nóg eftir, þetta er fyrsta spurning. Það er önnur spurning og það er hann Gauti. Hvað þýðir frasinn að strunga sér? Strunga? Það er Auðun Blöndal. Að strippa og runga sér. Þetta var ekkert langt frá þessu. Anskotin hana. Hætti að gefa honum einhverja sensa. Já, þú ert ekki náð. Já, þú varst bara náð þessu. Ok, að strunga sér Já. Þetta er Þú ferði í eitthvað daglega sem byrjar Það hættu þessu. Já. Sko, er hann að strjúka sér og runga sér at the same time? Hvað? Það er ok, þetta er svarað hans. Hvað er það þú segir? Þetta er lokasvar mitt Það er lokasvar, það er því miður Anskotin, það er ekki það Lélegast að disk bara svona. Þetta er náttúrulega aðsend Ég er bara, þetta er skilabóð Hvað er þetta? Að runga sér í styrtu Það er að strunga Hvernig kemur þetta ST inn í Það er bara styrst, S-ið og þú Það veist er mjög góð punktur, ST er störta Akkur maður svona lengir að baði, er þetta að strunga? 3 eftir, góðum það. Það er 3 eftir Mér finnst þessi vera það létt að þetta er svolítið bara fyrstur að henda upp hendinni Ok. Hvað er frasinn? Að bomba í Gústafsbergið Auðun Blöndal Það er að kúka. Það er hárrétt hjá þér, það er að kúka Þetta er frasinn sem á best við ef postulinnið er frá Gústafsson segir Ja. Axel Ólafsson sem sendir mér þetta Ástæðan fyrir ég vissi þetta er að út af skett sem við gerðum í stefustöðinni. Já, og svínusúpunni. Já, það er gamli góði Gústafsson Er þetta gamli góði Gústafsbergin? Geggjaður skett sko They don't make them like you used to. Blöð komum back with a bang nú. Já, 1-1. Já, það er 1-1, það er 2 2 eftir Þá er það Hvað, þetta er 4. eða ekki? Jú, 4. spurning Djúvill líður tími hrætt þetta maður Og þessar spurningar, það er fljúa Fram með manni, herru, það er hérna Hvað þýðir frasinn Þetta er frekar nýlegu frasi Hann er ekki nema svona 1-2 ára gammal Hvað þýðir frasinn að stilla yfir á golfstöðina? Hvor var á undan? Þetta var dead tight. Hvor var á undan? Sko, þetta var Þá verður ég bara að taka skæri blasteit Ertu með tíkallu? Nei, ég er ekki Þetta gati ekki verið jafnar, við settum Sko, báður upp. Við veitum báðu svarið þarna Það er bara skæri Og nú er þetta bara skellur hver tapar Já, þið Ekki verða- neymáli, hann vinnum alltaf í því Kasta Ég kasta kortinu, kortinu til þessa hlið eða þessa hlið. Poop Það er Myndina mér. Myndina þér Ok. Þetta er debit Ok, ég svona veit ekki neitt. Það er að fara í loftið Já. Það er blöð að hann fær svar eftir Ég segi þetta sé að runga sér fram í stofu. Það er bara hárið rétt hjá þér. Það er að fykta í sér þetta í stofunni sem sagt. Hvað er staðan þá? Og það er meira að 2-1. segja Hefur þú viljað vera með rosalega dítela svar Það er þá þegar að aðrir fjölskyldumeðlimir eru heima Inn í herbyggi En þetta er náttúrulega Svefnabyggi Já, þetta er náttúrulega, þú veist, fyrir hlustendur sem Þú getur bara jafnað. Já, já. I'm back. Þið vita að þetta fjallar um Rikka G En fyrir ekki, hvað er staðan? Það er 2-1 Það er ein spurning eftir Ég er reynda með, ég er með eina vara spurningu ef þetta fer þannig Já, það var ekki ekki 5. spurning Hún er líka okkar besta mann, Dagskrá stjóra stöðar Nei Þannig að þetta er kannski líka Hvað er þetta bara komið nú Nei, það komið Þetta bara má tvær. ekki vera þannig að það sé bara vera að semja eitthvað til að komast inn í keppnina. Nei, þetta er orðið núna Er þetta frasi? Gristingarnir Þú með mátt þetta ekki gleyma því auðvitað að það sem er að gerast í þessum þætti gæti orðið frasar og þetta er nákvæmlega Frá dæmi um- Opos? Já, frá Opos Þetta Ok. er frasa frá Opos Moguchi. 5. spurning, hvað þið er frasinn Rúmfattalagurinn Hei, hann byttu. Já, svaraði. Egill Einarsson Gerða niður úr sig á vinnutíma Það er rétt hjá það Nákvæmlega þetta Það er alveg, þetta er rétt orðað Að gera það niður svo að vinnutíma að vera hárið að Símon sem sendi þetta Það er stórmeistara jafntefli. En byrju, er rúmfattalega það bara frasi í dag? Basically, jú, ef þú ert í vinnunni og lendir í því að þurfa að losa böksunar Já það er frasinn Hvað gerist í dag? Herru, ég lendi bara í rúmfattalega Herru, þetta var 2-2. Það er ekki oft verið jafntefli. Þetta er tætt Herru, þá Erstu með eitthvað Já, Tiebreaker hana? ég er með eitt svona hérna Ok, eina, því að við skuldum auðlýsingar. Hvað er með síðustu? Þetta er algjört vara Já. En hvað þýðir frasinn Þú verður að hendi gæsalappir Þú ekki segir þetta Já. Þú verður að gera svona við vinnin Gæsalappir Já. Herðu vinnur Herru, ég verða aðeins að Ég þarf að taka símtal Í gæsalöppum Það er að Hæ?
Taka símtal. Já, þetta á vinnutíma. Ef þú ert á vinnutíma, ef þú ert í vinnunni og þú þarft að taka. Ef þú vinnur á lager og segir við vinnin, ég að taka símtal og setur gæsalappunar upp og færði inn á baðherbyggi. Þá er þetta annarkvort þú varst að skýta eða hrista sig, annarkvort sko. Þetta eru bara ágætis gískanir en það er annarkvort eitthvað þar að svara þessu. Já sko. Ég segi hrista sig. Það er bara hárið rétt. It's a comeback. Hey, don't call it a comeback. Hlaðvarp FM 95 Blö. Herran Hittusmjör og klakar hér í FM 95 Blö. Ég reyndar skeita hans á mig. Ég ætla að spila nýjasta lagina. Hvað heitir áttur þarna? Eitthvað nett svona eitthvað reggi? Okkar maður Hittusmjör, King of Rap. Ég veist að þú getur bara valið eitthvað lag með honum. Þau eru öll jafn góð. Já, hann má eiga það. Hann kann þetta. En það er komið að síðasta dagskrálið dagsins og af einhverjum óskiljulegum ástæðum lendi þetta í þínum höndum. Egil, þú sást myndir fyrir Cash í dag. veistla Myndir fyrir Cash. Ég fæ bara 1 trailer í þætti, eða ekki? Jó, það var svona eiginlega nýja reglan. Ok. Út af því að Það er ekki pínu sangend bara. Jú, af því að hinn trailin var 206 sko. Og það verður alltaf sóli, skilur, næstu árin. En ég fæ þá aldrei aftur annan. Nei, til dæmis hefði ég spilað trailer fyrir myndir fyrir Cash núna og Sola og hérna spurningkeppnina, þá væri farna 10 mínútur af 120. Ef það verður ómikið. Það finnst mér. Ok, sko, myndir fyrir Cash. Já. Ég með eina weird. Þú er ekki verið með það lengi. Nei, bara, ég með eina weird spurningu og 2 eðlilegar. Gætirðu hugsað þér að halda upp á 2-falt ammali sem tekur cirka viku og kostar þig 15M? Nei. Ég þarf að biðja mig að vera completely honest. Ég gæti það ekki. Kostaði ammali 15M? Nei, þess að sagði nei. Það var bara mjög langt í frá. Fyrra ammali var í Hörpu í dýrættasalunum þar og það voru allir, sko, Pallóska kom, Raka Gísla. Ég sverða, þú ert way off. Hvað? Þetta er svo langt í frá. Nei, ég myndi aldrei halda 15 miljónum ammali. En ekki gleyma því að eftir Hörpuna var öllum ruslað upp á Hótel Rangá. Já, sem var basically bara eins og að fara saman í utanlandsferð. Það borguðu allir sín eigin hótelherbyggi og sem blöðhendi gilsa með The Penguin Suite. Nei, og borgaði ekki krónu þar. Þannig að það held ég bara pínu miskilningur í fólki, sko. Nei, ég myndi aldrei eða 15 miljónum ammali. Er fólk eitthvað að tala þetta blöðu? Nei, ég fekk pínu bara þegar ammalið var, hvort ég væri eitthvað rugglaður og eitthvað, af því að Egill og fleiri náttúrulega. Varst það neikvæð umfjöllunni? Nei, bara verið að senda mig hvort ég væri eitthvað vangiðinn. Og ég var bara að svara því, nei. Það er ekki bara, ég er bara söðurklokki. Nei, málið er að fólk verður alltaf brjála þegar einhver opna veski almennilega, sko. Ég var ekkert að opna, jú, ok, en bara langt í frá 15. Þú varst með line-up sem getur selt 15 og 9 inn á bara aðeinlegu kvöldi. Já, og ég er bara það heppin að þekka mikið að hafa ykkur fólki sem að koma á skemmti. Eins og á Rangá, ég borga ekki krónu. Þú veist, Jökul í Kaljó. Já, hann gaf mér það ammælisgjöf, hann líka. Gilsaran og Steppa Hilmas. Mætti Jökull með eigin rauðvín. Þið borguðu Steppa Hilmas. Já, Jökull kom með sitt eigin rauðvín. Það ekki? Sko, en að blöð, ég þarf að heiðilegt svar. Já, sverða, þetta er nei. Ég hef aldrei þýnt að eða 15 miljónum. Steinþór? Nei, ég myndi bara 15M er bæðu vegi fyrir þig bara svo venjulega mann tíkall. Jú, það. Ég myndi aldrei gera. Aldrei, nei. Næst launasti listamæður landsins. Ég hitti fyrir. Allegedly. Ég hitti fyrir. Sangat gögnum. Væru til ég að hafa gullfallegu kóreogröfu limumyndina sem Richard tók á sínum tíma innrammað upp á vegg hjá þér inn í Svefnbergi fyrir 105M. Já, en þú sér þetta hvað þau vaknar alltaf. Já, þú veist að það var verra fyrir börn. Og ég fæ 105 miljónir. Já, en þú með innrammaða penismynda. Ég myndi vera með svo miklu ógeðslegri hlut upp á vegg fyrir 105 miljónir. En eini gallin er að þetta er að koma upp í að skríða upp í og allt þetta í framtíðinni. Það bara líga á mig eigin. En pældu hugsaður, þú vaknar, ok, this is gonna be a great day. Svo opnar augun, penis of Richard. Skilu það sem einhvern veginn. Ég þarf ekki að horfa á hana. Þetta er bara veggin í Svefnbergi hjá þér. Hvað er hún stór? Penisin á hún? Nei, mynd. Maður stala mynd. Hvað er svo vitlaus maður? Sko, þetta er bara. Hvað er stór rammi? Þetta er bara. Er þetta yfir alla veggina? Meter ish. Það er helviti stórt. Það er helviti góð. Ég myndi samt gera 105 miljónir. Já, ég ætla bara að reynskilja. Nú ætla ég að vona, Björki Tór, ef þú ert að hlusta. Það myndi gleðja Gilsson helviti mikið, myndi sponsa þetta koncept
og setja penismyndin í Svefnherbergi og Blondell. Ég ætla að láta að vita Bjöggi hlustar okkur einasta þátt með Júlíu. Já, ég veit. Hann sagði samt við, hann hlustaði stundum ef við erum hreinskilin. Já, og hann hlustar okkur einasta þátt, ég er ekki tjóka. Eða svona reynir það, jú. Já, ég meina, ef nú er Bjöggi hlusta, fyrir 100M fyrir hann, bara joke. Það er eins og ég myndi borga 10 skall fyrir eitthvað, ekki? En við getum orða... Ekki svipað dæmið það? Strákar, vitið hvað? Nei, þú myndi borga 0,1 krónu. Þannig að það mikið að cash. Ég myndi henda þessari mynd upp á vegg hjá mér fyrir svona 1 milljón. Sko, ég held þessi ekki að hugsa til lenda. Allir að hafa mynd af penisnum. Þú bauðst okkur 105 milljón. En við var fólk í heimsókn. Já, þetta inn í Svefnherbyggi. Ég læsi bara Svefnherbygginu. Fólk ekkert oft inn í Svefnherbyggi þegar það er í heimsókn. En segjum á horniblöðkikkarinn og allir á bak og síðan alltaf penisinn og Richard út alla veggi. Og sniðið mér í hináttina. Maður venst þessu heldur líka. Ok, kannski skeiti ég það. Ég gæti óskaðis að ég ætti 2B. Leikirni sem ég myndi fara í með ykkur og öðrum vinum mínum væri svo hræðilegir og ég myndi elska það. Ég væri með myndur fyrir cash í hvert sinn sem við værum fullir með fulla vasa seðlum. Þú myndi eiga 2B. Ég get alveg lofað ykkur því. Þið tveir væri búin að sofa hjá okkur um öðrum. 100%. Ef ég ætti svona mikið pening. Ertu að tala með græna namibókana? Já, bara ég myndi alltaf finna eitthvað. En ég og Steinþór og mig eða bara bara að ferða eftir hvernig fílingi var ég. Værum við ekki bara basically 24-69 og við varum að raka inn í félagarnir? Jú. Það er bara hannig. En það er ógæslegt að þú myndi vilja vera alltaf að því. Ég myndi bara setja með rauðuna grenjulhátur í símanum. Ég var ekkert að horfa á þetta. Bara vitandi að þið verða að gera þetta, sko. En nú er ég með síðu spurninguna. Myndir þú hrista COVID-lim fyrir 20 milljónir? COVID-lim? Hrista? Já, bara ef vinuðum væri nýbúr og greindur með COVID eins og margir landi núna. Margir landi, það var reynda 17. Já, 17 sko. Já, það er rosalegt. Og þú ert að tala er það vettlingur eða? Nei, bara, sko, nei, það er ekki vettlingur. Og hvað sagði það að vera mikill peningur? 20M. 20M, ég minna þú þarft ekki að vera hóst eða anda framann eða þú getur nánast, ég get nánast teikt mig með þér. Fæ ég COVID við það? Já, þú mótu vera með grím og horfi alltaf rátt, þú veist, það er ekkert um. Ég get teikt mig núna, ef ég tegi mig núna, ég næ næstu því meter, bara í faðumlengd. Já, með góðan faðum. Með góðan faðum. Þrátt fyrir að vera svona lítill og petit og með góðan faðum. Já, ég með góðan faðum. Og þannig að ég myndi 20 milljónir. Ég er ekkert vissum að COVID er ekkert að stríða með endalega. Þetta er basically bara hvort ég myndi. Þetta er alveg að spritta sig vel og eftir, sko. Já, þú veist, og vest er þetta alltaf félagi, sko. Það er alltaf svo bara, hvað segir þú gamlega, að fara að geta hátegismat eða? Var þetta vinuðinn? Nei, bara random COVID-lim. Það er samt eiginlega verra. Ég myndi freka að gera þetta. Það er bara Reynir Þrassason sem snýr bingo-kúlunum, sko. Þetta er bara lotto-kúlunum, það er ekkert þessum, sko. Það er endur ekkert eðlulega hugulegum að, sko. Já, það sé það, já. Reynir, hvað er málum við? Akkur aldrei fengið einhver eðlulega ljótu gæi að Nei, þeir hérna hjá íslenskum geturinn við alveg hvað er að gera þegar það kemur á lotto-kúlunum. Það bara fála sexy gæja. Enginn af okkur eftir breykar á lotto-kallin, sko. Nei, veistu okkur, þá myndi fólk ekki kaupa lotto. En málið er, þú mátt, þú veist, hrista eins og segjum bara Reynir eða, þú veist, Þrastars og horfa út á glöggan, með alveg sama. Þetta er bara 20M. Hvað er það langur tími? Bara hristan, hvað? Já, þarf hann að ná. Ertu góður í því? Þarf hann að ná ámerki. Þetta er ekki spurning. Þetta er svo ógeðslega umræða. Já, akkur eru að loka þættinum á sig. Við erum eitthvað svo miklu dítilum. Ég veit ekki okkur, ég datt svona inn í þetta. Ég ætla að segja já á þessi 2 bjórar. Ég ætla að henda já á þetta. Ég segi nei. Ok, þá ætla ég að segja Bjöggi er að hlusta. 20M er ekki neitt fyrir hann. Þá meina ég ekki neitt. Ég væri til að henda 20. Já, það er að minnsta vissin að henda 20M á mig hérna í gegnum ykkur á söfnun. Þú þarfst að finna COVID-limin. Já, bara Dorti hérna. Hann er ekki með COVID. Það er komið að segja þetta. Lokum hér hjá okkur í dag þennan föstudaginn. Það er 7. ágúst. Við verðum mættir hingað aftur eftir nákvæmlega viku 14. ágúst og ég held að það sé svona kannski eitt af því eina jákvæði við COVID. Það er alltaf fullu bátur. Það er enginn að fara erlendis og enginn að gera neitt nema mæta hingað í stúdíóin. Ég færi ekki eftir tenni fyrir henni í fyrsta lag næsta ári. Ég hlakka til eftir viku að við erum að nýja dagskólaðið minn hversu góður Sóli Hólm. Ég ætla að reyna tennu jólin. Já, ég er ekki búin að gefa upp á því. Er það? Já, sko, málið að þriðja bylgjan verður. Er það ekki sens? Nei, málið er að veistu hvað gerist? Nú að vera að fara að setja allt í lása. Gimmin gætu farið yfir í vesenni. Þá skánar þetta allt saman. Það fara allir og þeir eru að taka svo alvarlega. Skulum chilla eins. Landamærin og allt þetta.
Svo náttúrulega þarf að opna, þú veist, þeir geta ekkert gert það að eilífi. Þetta verður Það er að sopna, þetta var Þetta kemur í bylgjum. Við þrý félagarnir erum að fyrir steik og raut á Punk klukkan 3 á morgun. Ég ætla að leggja alibingunum til hliðar og aðeins og leiðum með steik og raut með félagunum og taka smá spjall, eða ekki? Við ætlum að vinnufundur á morgun. Brainstorma. Vinnufundur klukkan 3 á Punk. Kolfari, gerða allt klárt. Lóðum nýjum dagskrárlið næsta föstudag. Það er nýju liðir. Æ, pressa. Egil, hvað sagði Sólu Hólma verið gráður? 8,2. 8,2. Ok, þannig að þetta ætti að vera góð helgi. Þetta var frábær helgi. Ekki þetta fyrir ekki. Hlaðvarp FM 95 Blö.